Halla Tómasdóttir, forstjóri B-Team, forsetaframbjóðandi, frumkvöðull, vertu velkomin til mín í spjallið. Takk fyrir, Frosti, gaman að koma til. Gaman að sjá þig. Hingað ertu komin í forsetaframboð aftur, eftir að hafa náð ansi langt, má segja, í síðustu tilraun, 2016. Þá þú endaðir með, hvað var það? 28% er allt að tali, já. Áttum sterkan lokasprett. Já. Byrjaði nú kannski alveg með erfileikum, það var dagur þar sem ég var með 1% í skoðanakönnunum og allir spurðu mig hvort ég ætlaði ekki að hætta, þannig að ætlum við mikið upplifað bæði erfiða tíma og skemmtilega tíma í frambúðinu síðast. Einmitt. En hvernig hvernig kemur það til að þú ákveður að taka þennan slag aftur? Já, það er alveg eðlilegt að spyrja að því að það var ekki eitthvað sem ég hafi verið nokkuð tíman að velta fyrir mér eftir síðasta frambúð. Ég var þeirra gæfu aðnjótandi að fara í ákaflega skemmtilegt starf sem ég hef verið í síðustu 6 ár í kjölfar síðasta frambúðs og var bara mjög ánægð í því og var að sinna í rauninu öllu því sem ég brann fyrir og bauð mig fram fyrir síðast. En mér er einfaldlega í stuttumáli alls ekki sama framtíð þessara þjóðar. Ég er móðir, ég á 22 ára og 20 ára gömul börn og ég tala mikið við þau það framtíð sem býður þeirra og þau vilja bæði kjósa að koma aftur heim til Íslands eins og ég hef alltaf gert. Ég hef ítrekkað farið til náms eða starfa erlendis en hef alltaf vilja koma aftur heima því þetta samfélag er einstakt, er sterkt, er samheldið, er skapandi, er bara frábært í alla staði en ég sá kannski og heyri hjá þeim og þeirra kynslóð svona ýmis merki þess að við þurfum að hafa vökult auga til að svo verði áfram. Og þá er ég kannski að vísa í að ég upplifið það dálítið að við séum að tosa í sundur í mörgum stórum málum sem varða framtíðina og skipta sköpum fyrir næstu kynslóð og hversu gott verður að búa í okkar samfélagi áfram. Já. Og ég telji og langi til að leggjast í árar eins og sjómenn segja yfirleitt, frekar hann að leggjast á árar, leggjast í árar að gera eitthvað í því. Því að ég held að sundruð þjóð eigi aldrei eftir að nýta þau tækifæri sem blasa við en takist okkur að koma svolítið upp úr skurðunum sem við höfum verið að grafa, byggja brýr á milli hópa og kynslóða og taka alvöru samtal og samstarf þá framtíð sem að ég tel að hér sé vel hægt að hlúa að þá býði Íslands ekkert nema alveg ótrúlega björt framtíð. Já, og þetta hvetur mig eiginlega til þess að stíga fram, eiginlega bara fyrir næstu kynslóð. Já, þú ert að vísa í þessa margum töluðu skautun og hvernig þjóðfélagið er orðið miklu svona harðara í deilum sínum. Það er, ef við erum ósammála þá verðist bara blása upp hatur manna á milli og hópa á milli. Þetta er ekki bara ímyndun, þetta er miklu svona sjáanlegra núna heldur en var áður. Þetta er það og það gerist alltaf á Íslandi mjög hratt en ég hef hort á þessa þróun í mörgum öðrum samfélagum að því ég hef verið að starfa á alþjóðlegum vettvangi og kannski sé þetta mest og fara lengst í Bandaríkjunum yfir langan tíma og ég held að það stefnir alltaf bara í óefni þegar að þetta ræður allir umræðu og það er að ræða í löngumáli af hverju er þetta að gerast og við getum nefnt margar ástæður sem að ég sé hér á Íslandi og það eru væntanlega fleiri til en ég held að ein ástæða sé að þegar við förum hérna í gegnum efnahagshrun 2008 og samfélagsáttmálinn í okkar samfélagi verður bara fyrir miklu hnjaski ef hann brotnar ekki alveg að þá hverfur mikið traust í samfélaginu og þegar við höfum mikið traust þá er svo erfitt að vinna í öllum málum. Nákvæmlega. Þá er vantraustið alltaf útgöngupunkturinn og það er alveg skiljanlegt en það er hins vegar ekki mjög gagnlegt eða hjálplegt til að fara áfram. Svo get ég bætt við að þegar samfélagsmiðlarnir fara svona að taka öll völd í okkar samfélagi og fjölmiðlar svona kannski fylgja þeim meira heldur en kannski það sem ég myndi segja að væri góð fjölmiðlun að við þá verði svona samtalið í samfélaginu meira í upprópunar stíl og á sama tíma eru gríðarlegar umbreytingar eiga sér stað í heiminum og hér heima og það þarf að ræða mjög mörg flókin mál og það er mjög erfitt að ræða þau í upprópunarstíl. En það er einhvern veginn þar sem samtalið er núna og
Ég hef núna verið að heimsækja vinnustæði og bæjarfélögum allt land og tala við fólk af öllum kynslóðum, eldra fólkið okkar, unga fólkið okkar og vinnandi fólk í ólíkum atvinnugreinum og þetta kemur allstaðar upp sem eitthvað sem fólk finnur fyrir. Ég skrifaði síðasta haustfrosti bók, ekki að því að ég ætlaði í framboð, heldur vegna þess að mér langaði til að tala mikilvægi hugrekkis og hversu erfitt að vera hugrekkur ef þú nærði ekki að vinna vel með þína eigin andlegu heilsu. Ég held að leiðin út í lífinu yfirleitt liggur inn á við og þú þarft að vinna með sjálfan þig að þú ætlar að hafa jákvæð áhrif á aðra. En þegar að mörgum í samfélaginu líður illa, sem ég held að sé staðreynd, að þá náttúrulega andlega heilsan í samfélaginu ekki góð og þá kannski eina sem við grípum til reiði eða ótti eða tilfinningar sem eru ekki gagnlegar eða einum til framdráttar. Og þegar að polariseringen eða skautunin í samtalinu svona mikil að þá það mín skoðun að hugrekki okkar allra minki því að því skilduru gefa kost á þér til forystu, því skilduru gefa kost á skoðunum þínum eða tjá þig ef allir eru svo fljótir til að setja merki með á þig áður en umræðan einu sinni færa að fara fram. Þannig að ég held að við þurfum að læra að tala saman upp á nýtt og bera virðingu fyrir ólíkum skoðunum og ég held við förum ekkert áfram nema við lærum að gera það. Já, ég held að þetta sé alveg afskapla rétt hjá þér og ég ósvalega sammálaðir og mjög mikilvægt og gott á að minnist á þetta alls saman en þá þetta stóra spurningin sko, hvernig má vinna á þessu. Það fyrsta sem hún nefnir þetta traustið sem að hverfur við þetta samfélagssáttmála brestina sem að verða í hruninu og manni finnst samt sko stjórnmálamenn alveg hafa verið að síðan þá að gera sitt besta til þess að reyna að vinna það traust inn aftur. En það er mjög erfitt að vinna það traust inn aftur kannilega og samfélagsmiðlar eins og við nefnir og þetta með vanlíðanina, þetta er eitthvað sem að ég tel að langflestir sjái en hvað getum við gert til þess að hafa áhrif á þetta til góðs og breyta þessu? Það er góða spurningin og kannski ástæða þess að ég gef kost af mér. Ég held að við verðum að fara í samfélagslegt átak og ég fer aftur til ársins 2009 þegar ég hugsa þessi mál vegna þess að þá var ég á samt 9 manna hópi þá ákváðum við að stuðla að þjóðfundi sem haldin var ári eftir hrun 14. nóvember 2009 og þar tókum við slembi úrtak þjóðarinnar inn í Laugardalshöll í einn dag til að eiga samtal framtíðina, hvaða sýn og hvaða gildi við vildum að leiddu uppbygginguna í kjölfar þess hrun sem var bæði efnahagslega og fjármálalega en líka samfélagslega út af traustinu. Því að þú getur ekki byggt traust, það er ekki þannig að stjórnmálin eða viðskiptalífið eða fólk í þriðja geiranum eða frjálsum félagasamtökum geti eitt og sér byggt upp traust. Traust verður bara byggt með því að byggja brýr á milli allra þessara hópa og samtal. Og það samtal sem áttur sér stað í Laugardalshöllinni þann daginn, ég veit að þú ert pabbi 3 barna en ég segi gjarnan að sko stæðstu hamingjustundunar í mínu lífi var að verða móðir og ég á 2 börn sem eru 22 og 20 í dag en þriðja var líklega þegar að þjóðin fætti af sér gildin í Laugardalshöllinni. Var þetta eitthvað svona fyrirrennari stjórnlagaráðsins? Það var það, stjórnlagaþingið í rauninni lærði af því sem við gerðum. Þetta var sjálfboðaliðastarf og bara frumkvöðlastarf okkar, við komum saman af ólíkum vettvöngum samfélagsins, frumkvöðlar, leikstjóri, leikari, ráðherra, listafólk og ákvaðum bara að eiga samstarf sem það að þjóðin gæti komið saman til samtals. Og útkoman var einstök en hins vegar fundu og gildin voru heiðarleiki, jafnrétti, réttlæti, virðing og ábyrgð. Og þessi 5 gildi held ég að næstu því allir Íslendingar ef ekki allir gætu sagt þetta eru góð gildi. Við myndum vilja að þessi gildi og kærleikur kom reyndar líka þarna ofalega, fólk var aðeins feimnara við að taka slíkt gildi inn en þetta voru gildin sem að þjóðfundurinn svona var bara sammála en þessi gildi fengu ekkert heimili og fór enginn fyrir þeim og ég held að Bessastaðir séu staðurinn sem getur haldið á lofti þessum gildum en það þarf að heimsækja það aftur, það eru liðin 15 ár síðan og ég held að það eigi að bjóða ungu kynslóðinni að borðinu með að hjálpa okkur að móta þessi gildi og ég held að Bessastaðir sé staðurinn sem getur farið fyrir númer 1 að við séum með skýran áttavita, að við vitum hver þessi gildi eru, númer 2 að við bjóðum hópum sem hafa ólíkar skoðanir og af ólíkum kynslóðum og jafnvel ólíkum byggðarlögum saman til samtals og í þriðja lagi öflum til samstarfs í að taka á þessum málum sem eru núna að kljúfa okkur í herðar niður. Þegar við verðum að taka á hvort sem það er orkumálin, innflytjendamálin,
öll þessi stóru mál sem að við friðarmálin og ég hef bara brennandi áhuga á þeim tækifærum sem felast í því að við gerum það. En það bara svo erfitt að gera það ef við erum í ósætti. Svo eins og segjum, sko stjórnlagaráðið kemur svona kjölfarið og því kemur ný stjórnarskrá á endanum sem ég get sagt persónulega að ég var mjög hlynntur til að byrja með og fannst þetta að vera algjörlega rakið dæmi að við þyrftum núna nýja stjórnarskrá. En þetta hefur verið bara leitt til, sko, þetta hefur verið efniviður í enn eina skautununa, það er að segja nýja stjórnarskráin. Og bara svo ég tala fyrir sjálfa mig, þá upplýði ég svolítið í dag eins og talsmenn nýra stjórnarskrá séu svolítið svona fringe-hópur, svona rótæklinga, sem að því að ég veit ekki hvort ég svona íhaldsamur eitthvað, en mér finnst bara í dag að við eigum bara geta unnið með þessa gömlu og við þurfum ekki að gera svona róttækarbreytingar á, en þetta þýðir það að þá erum við komið enn eitt málið í viðbót til þess að vera ósámála Hvernig lítur þú á það, gamla stjórnarskráin versus svo nýja, hver skoðun þín á þessu? Já, þetta er svo mikilvæg umræða vegna þess að ég held að sé kannski erfiðast við þessa umræðu er að þjóðin fór þarna í einlægni í eitthvað ferðalag sem síðan ég er ekki einu svona viss um að þetta hafi verið mál sem að var sett inn í skautununa held ég að bara þessu máli hafi verið sópað undir teppið. Og ég held að það sé svo erfitt. Það veldur þá á endanum að við eins og amma sagði alltaf að ef maður sópar draslin undir teppið þá bara dettum maður það á endanum. Og ég held að það hafi svona dregið úr trausti að við förum að staðið eitthvað ferli sem síðan er ekki gert neitt við. Þannig að ég vil eiginlega freka svona velta því fyrir mér hvernig sko var borin eitt að gildunum var borin virðing fyrir ferlinu sem var farið í. Og ef við tölum bara svona ákveðna hluti úr stjórnarskrá þá er ég allavega þeirra skoðunar að vel hefði mátt endurskoða kaflanum forsetan. Við erum kannski að horfast í augu við afleiðingar þess í þessu framboði núna að það hefði ekki verið gert. Margir sem eru þeirra skoðunar að til dæmis meðmælafjöldi hefði mátt endurspegla fjölda þjóðarinnar en ekki bara fasta tölu því að 1944 voru við nú mun færri og jafnvel að það séu aðrir þættir þar sem að hefði mátt endurskoða. Þannig ég er ekki endilega talsmanneskja þess í dag að segja við verðum að klára þessa stjórnarskrá. Ég er talsmanneskja þess að stjórnvöld og við öll virðum viskuna sem að býr í þjóðinni aðkomi þjóðarinnar að því að móta sína framtíð og förum ekki að staði í eitthvað verkefni og sópum því svo undir teppi þegar að við fyllumst einhverjum ótta að breytingarnar verða okkur og verfiðar. Já, þannig í raun og veru það grefur svo undan trausti. Við hljótum að verða, stjórnmálastjórnin verður að taka tillit til þessa og í staðin fyrir að segja, herru, við ætlum að henda þessu algjörlega og í ruslatununa að þá taka frekar, við ætlum að skoða þetta öll saman og gera eitthvað úr þessu sem við getum öll verið sátt við. Já, og ég held að þurfi að endur heimsækja það ferli núna því að það er bara eins og með gildin sem má þjóðfundi, það er bara liðin langur tími síðan, 14 ár. Þannig að ég er ekkit endilega vissum að það sé bara stjórnarskráin eins og hún eigi að vera það sem við skoðum. En ef við förum að staði í svona verkefni sem þjóð, að þá skiptir sköpum að þjóðinni finnist það sé hlustað á sig og sé tekið tillit til þess sem að þjóðin og venjulegt fólk úr öllum röðum samfélagsins skal kosta á sér til að vinna, að það sé hlustað á það og það sé borin virðing fyrir þeirri vinnu. Ég held að það skiptir miklu máli og ég held að þetta hafi dregið frekar úr trausti. Þannig að það er margt svona sem og þarna finnst mér persónulega stjórnvöld ekki hafa staðið undir væntingum þjóðarinnar og ég held að það hefur dregið úr trausti alveg sama hvað þeir finnst stjórnarskrána. Að bara það sé farið að staði í svona verkefni og svo er bara mikið til í því skilið eftir. Já. En svo eins og ég segi samfélagsmiðlarnir og vanlíðan þetta er náttúrulega mál sem við erum ekki eina að glíma við, þetta er bara hinn vestræni heimur stórt mál sem að erfitt er að ná einhvern veginn utanum en hvað heldur þú að sé hægt að gera til þess að mæta þessu með einhverjum hætti? Ja, þetta er held ég mikilvægast umræðan og gaman að fá tækifæri til að taka þessa umræðu við þig því að ef við byrjum á andlegu heilsunni og kannski bara þeirri staðreynd að unga fólkið okkar er bara ekki statt á góðum stað að þá er áhugavert að velta fyrir sér áhrifum samfélagsmiðla á þá staðreynd. En við erum að horfa það á 2- og 3-földun á aukningu á kvíða, aukningu á þunglindi og sjálfsvígum og sjálfsharmi. Þannig að þetta eru afleiðingar að ykkur sem er búið að vera að gerast og það var að koma út bók eftir sálfræðiprófessor eða félagslegan sálfræðiprófessor við New York háskóla sem heitir Kvíðakynslóðin. Jonathan Haidt. Ég hef lesið margar af hans bókum og hlusta mikið á hann. Hann er frábær. Og er að vinna alveg ótrúlega mikilvæga vinnu.
og dóttir mín í sálfræðinámi og hún sagði við okkur fyrir 4 árum þegar hún ætlaði, eða 3 árum þegar hún ætlaði reyndar að verða sjúkraþjálfari og kýrópraktor að hún ætlaði að skipta námsgrein og fara í sálfræði því að hún teldi að 8 af hverjum 10 ungu fólki væri að fást við versnandi andlega líðan. Mér krossbrá þegar hún sagði 8 af hverjum 10 því ég hafði séð tölur þar sem þetta var kannski 4 á vinnustöðum en hún sagði auðvitað misalvarlega en ég var svo ánað og hún fann ástríðu og langaði til að hjálpa með sínu námi þannig að við höfum rætt þetta í mörg ár og lesið og hlusta mikið á Jonathan Haidt og marga aðra og velt þessu málum fyrir okkur. Hann segir, einmitt, ekki að ég grípi fram í, það er svo merkilegt sem að hann hefur komist að með einhverjum rannsóknum og að það eru sko þegar ungt fólk eða ungir krakkar eru spurðir hvernig litist þér á ef við myndum setja aldurstakmark á Instagram eða Instagram bannað fyrir ykkar hóp og þá, það er hræðilegt sko, en sko ef það myndi það vera fyrir alla, eða þú veist, er það bara fyrir mig eða fyrir alla, þá er ég til í það. Akkurat. Því að þau vil ekki missa af, sko, vil ekki vera út undan og svona, en þegar það hugmyndin kemur að, þú veist, það bara allir myndu vera fyrir utan enda, að þá hugsaðu, já, þá er eiginlega betra, því þetta er mikið kapplaup, skiluru, þau eru að keppast like og það er erfitt að vera að horfa á samnefndur sína eða jafnaldra að vera að fá miklu meiri like en þú og þetta veldur bara gríðarlegri tókstritu og þau væru frekar til að vera laus við það heldur en hitt. Algjörlega og ég get sagt þér það frústi að því ég er búin að fara núna og hitta svo marga hópa og ég er alltaf að reyna að leggja mig fram að taka þetta sem ég kalla kynslóðasamtal því að ég held að stundum gleymum við visku og reynslu eldra fólksins okkar og stundum gleymum við alveg að bjóða sko yngra fólkinu inn í samtalið. Við erum bara með einhverja skoðanir rúmlega 40 eða rúmlega 50 hvað er að en hlustum ekki á þau. Þannig að ég hef verið að reyna að draga þau mikið að borðinu og verði ég forseti þá langar mig til að vinna miklu meira með þetta kynslóðasamtal því ég held að allt sem við erum að ákveða í dag það hefur áhrif á þeirra framtíð og við erum búin að vinna þannig í mínu störfum þar sem að ég hef verið undanfarin 6 ár hjá B-Team að bjóða alltaf næstu kynslóða á borðinu og reyna að tala yfir kynslóðir. En þegar að þau eru með og ég byrja að tala þetta að þá bara kveiknar á þeim og þau segja einmitt þetta, það er ekki hægt að hætta því að allir eru á þessu. Þannig að við þurfum auðvitað samfélagslegt átak og ef ég fer bara yfir nokkra hluti sem Jonathan mæli með og svo hugmynd sem að ég er sjálf með er að hann segir í fyrsta lagi ætti ungt fólk ekki að fá snjallsíma fyrir 16 ára aldur eða fyrir þau koma í menntaskóla notar hann, þau ættu ekki að fara á samfélagsmiðla fyrir 16 ára því að það bara heilin þeirra er að þroskast og fær bara ekki að þroskast við ættum að auka verulega tíma í náttúru og útivist og gefa og hugsa miklu meirum að setja börnin okkar ekki í bómul í raunheimum, leyfa þeim að fá frelsi þar og reka sig á en tryggja öryggi þeirra meira í netheimum og hann er náttúrulega líka bara að tala fyrir því að við þurfum að eiga alvöru félagsleg samskipti. Það gengur ekki að sé alltaf skjára á milli okkar. En ef við tökum nokkrar alvarlega staðreyndir, stúlkur eru í hálfri vinnu á samfélagsmiðlum. 20 tíma á viku að lágmarki, 5 tíma á dag að meðaltali. Þau eru 9 tíma á dag fyrir fram að skjáin, unga fólkið okkar. Og fá 240 notifications. Bing, 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 bing. Þannig að það er bara búið að hanna þessa samfélagsmiðla til að vera í rauninni eins og eiturlyf. Ávanabindandi eiturlyf og þau verða fíklar í þetta og þeim líður ekki vel. Og svo ég geti haldið lengi áfram að tala um þetta. Hjá stúlkunum er þetta mjög mikið það að þeim finnst það ekki nóg af því að þær eru einhvern veginn alltaf að bera sig saman við einhverju leyti falska mynd. Hjá ungu drengjónum er þetta oft bara þeir eru orðnir svo einmana, svo aftengdir, eru þá kannski tölvuleikjum og svo er bara komið heilmikið vandamál í ungum drengjum í kringum klámfíkn og aðgengja því þeir eru allt of ungir og þetta allt er í rauninni bara að breyta því hvernig heilin er að þroskast í unga fólkinu okkar og þeim líður illa. Tölurnar tala sínu máli og það eru margir sem hafa skoðanir sem er ekki sammála Jonathan Haidt en ég alveg sama hvert ég fer það eru bara foreldrar, unga fólkið okkar og eldra fólkið það skilur allt að við erum að horfa á vanda og við þurfum samfélagslegt átak til að taka. Ég var rosalega hissa að vera fyrir vetur sem að var umræða þetta hvort að þetta banna snjalltækin í grunnskólunum. Það er eitt af eina ráðleggingum Jonathans. Já, og að fólk hafi verið svo ósamál þetta komið svo ofsalega óvart. Þetta er svo augljóst að hvað þetta er auðvitað er þetta að nota snjalltækin til að læra og fræðast og svona en þau eru bara neikvæðu hliðarnar eru svo vega svo miklu þyngra. Gögnin er að sýna okkur það og ég er alls ekki á móti tækni og við erum að horfa erum í meiri tæknibyltingu og gervigreindin er að koma og held að við þurfum að endurskoða margt í kringu skólastarfi í tengslum við það en staðreyndin er að
Við erum hérna að horfa á bara gögn sem að hljóta að hringja bjöllum hjá okkur öllum og við hljótum að þurfa að minnstakosti eiga samtalið. Hugmyndir sem ég er með til viðbótar við það að velta fyrir sér hvernig við minkum þennan skjátíma og þennan tíma á samfélagsmiðlum þannig að við getum verið meira til staðar og tengt betur við hvort annað og jafnvel læst meira út í náttúrunni mér myndi langa til þess að við ættum samtalið í þessu samfélagi samfélagsþjónustu. Að unga fólki okkar að þegar við styttum framhaldsskólan og þá margt sem bendir til þess að það hafi ekki endilega verið góð ákvörðun, það hafi aukið álag og stress og jafnvel minkað námsgetu sem að reyndar aukinn samfélagsmiðlanótkun virðist vera að gera. Við lesum minna, erum minna úti, við erum að unga fólki okkar að standa sig verið í skóla en þau hafa ef við myndum gefa ungu fólki kost á að taka árs samfélagsþjónustu að loknu menntaskóla áður en það fer í háskóla, vinna með eldri borgurum, vinna með unga fólkin okkar, vinna út í náttúrunni, vinna einhverja samfélagsþjónustu, pikka rusl, hvað sem að það væri hægt að vinna á leiks, bara vinna í samfélaginu og þá held ég að það myndi bæði hjálpa unga fólkin okkar að finna tilgang og tengingu við sitt samfélag. Það er líklega ekkert mikilvægra fyrir okkur heldur en að gera gagn og láta gott á okkur leiða. Við þurfum öll á því að halda og það myndi líklega hjálpa þeim að finna sér farveg betur. Ég held að við höfum svolítið verið að beina unga fólkinu okkar öllum í sama farveg, gleymdum í áratugum að iðnnám skipti máli. Ég er píparadóttir, þetta voru bara summa bestu störfunum og virðingaverð störf í minni æsku en svo koma áratugir og ég tók virkan þátt í að byggja upp háskólan í Reykjavík þannig að ég verði að axla mína ábyrgð á þessu að við förum að íta svona mikið undir háskólamenntun en það þurfti ekki að koma á kostnað til dæmis iðnmenntunar sem hendar mörgum afskaplega vel og ég held að það sé búið að vera ákveð átaki því sem þannig að það sé betra núna. Við erum bara uppgötað aftur núna hvað iðngreinar eru mikilvægar. Hvað eru mikilvægar og algjörlega og svo við þurftum að flytja inn vinnuaflinn í margar iðngreinar og við sáum verri gæði og ég held að við höfum að mörguleiti byrjað að sjá ákveðin vanda í kringum drengi í tengslum við minkuðum áherslum og þetta. Þannig að ég held að sé bara svo mörg mál sem að við gætum kannski lyft upp með því að ræða mál eins og samfélagsþjónustu. Ég vona að verði aldrei her á Íslandi og aldrei herskylda en herskylda gerir eitthvað ákveði fyrir ungt fólk í sumum löndum sem gera það. Ég myndi vilja að Ísland myndi hugsa að velja samfélagsþjónustu sem valkost fyrir ungt fólk og í rauninni hjálpa ungu fólki þar með að finna sig og finna tilgang og finna hvað þeim líkar við og tengja við náttúrun og vera úti og gera einhverja hluti sem að skipti það máli og þetta er mjög áhugaverð hugmynd og ég sjálfur er alltaf mjög gæld varhug við öllum sósíalískum hugmyndum en ég gerir mig samt alveg grein fyrir að og ég hef starfað í verið í skólanemnd fjölbrautaskólans í Garðabæ og það eru ákveðin sósíalísk tæki sem eru ofboðslega mikilvæg fyrir þjóðfélagi bara til þess að geta af sér heilbrigða einstaklinga. Algjörlega. Og þetta held ég að sé klálega og læra að bera virðingu hvort fyrir öðru. Ég man bara eftir sem dæmisuga þegar dóttir okkar kom nýinn í menntaskóla í New York borg vegna þess að út af mínu starfi sem að ég fór í hjá B-tím og það var rosalega erfiðu tími, hún var 15 ára og það er bara erfiðu tími í lífinu og við fórum í gegnum alveg örugglega 9 mánuði að bara þar sem hún var ekki á sínum besta stað andlega og þar að leiðandi var erfitt fyrir mig að vera á mínum besta stað andlega. Við áttum bara erfiðar stundir saman og fannst hún ekki passa inn, vera öðruvísi, krakkarnir voru þroskaðir en hún að mörguleiti búin að lifa meira og þannig að þetta var erfitt og þá töluðum við mikið saman en þá fór hún í sjálfboðastarf á vegum skólans í skýli fyrir heimilislausa og þetta var bara hluta því að það var hluti af því að vera þarna í skóla að sinna einhverju sjálfboðavinnu. Hún velur að fara að vinna með heimilislausum og hún kemur heim og það lýsti af henni eins og ég hafði aldrei séð áður því hún hafði hitt þar mann og átt samtal sem að var henni svo einstakt og ég man alltaf eftir sérstaklega hún sagði mér svo margt frá þessu samtali en þessi maður sagði að því að heimilislausir eru gjarnar á götunni í New York borg og eru að biðja mat eða peninga eða stundum á lyfjum og eru bara illastattir og allt og margir og eitthvað sem við höfum ekki allist upp við á Íslandi þó að við kannski sjáum merkið þess í dag og þessi maður til dæmis sagði við dóttur mína aldrei horfa niður til fólks nema þú sért að rétta þeim hönd til að hjálpa þeim upp. Já, frábært. Þessi setning satt svo í henni og satt svo í mér. Þannig að ég held þetta sé kannski bara spurningum að gefa, að mínum að er þetta meira svona samfélagsleg ábyrgð og samkennd og þjálfun í að þroska og finna visku í lífi ungs fólk sem ég held að sé ótrúlega mikilvæg og þarna allavega lærði hún eitthvað gullkott sem hefur fyllt henni síðan
og ég tel að við séum í grunninn með í íslensku samfélagi að við lítum ekki niður á einhverja, en kannski tínum við þessu aðeins ef að við fáum ekki tækifæri til að kynnast öðrum hópum samfélagsins sem að kannski bara hafa það ekki eins gott og við gerum. Við fengum að fara í sveit, Frosti, ég veit ekki hvort að þú fyrst að gera, ég fór í sveit öll sumur, ég vann í fiski, maður vann með öllum kynnslum, þetta kendi mér mjög mikið á mínum æskuárum, þetta ekki eins í boði fyrir ungt fólk í dag, þannig ég held að samfélagsþjónusta gæti verið eitthvað leið til þess að hjálpa unga fólkin okkar að líða betur og gera gagn. Aftur, alveg laugrætt hjá þér og ótrúlega mikilvægt einhvern veginn að við náum að víkka sjónarhorn unga fólksins eða svona að það fái svona stærri lífsýn og fleiri víddir og þetta heilræði sem að þarna og kannski bara jarðtengingu líka sko við venjulegt líf. En hvernig sér þið fyrir til dæmis að forseti á Bessastöðum, forseti Íslands geti haft áhrif á þessi mál? Það fyrsta sem að mér myndi langa til að gera sem forseti væri að bjóða kynnslóðum og ólíkum hópum til samtals áttavita Íslands, gildin og framtíðarsýnina. Því ég held að ef við finnum þann grunn, þá hjálpar það okkur svo með allt annað. Það annað sem mér myndi langa til að gera og jafnvel samhliða þessu átak í andlegri heilsu þjóðarinnar með sérstakri áherslu á unga fólkið. Ég held að forseti geti farið fyrir því, ég held að gera engin neitt merkilegt, en forseti getur leitt saman menntastofnanir, stjórnvöld, lýðheilsu, landlækni, félagasamtök og geðhjálp. Já, til að fara og ég meina hugsaði þeirra hvað við erum með mikil neysluvanda í samfélaginu okkar í dag. Ég held að það mætti taka það að borðinu. Við erum með sjálfsvíksvanda, við bara sjáum aukningu þar. Þannig að ég get séð fyrir mér það að þetta fara bara í samfélagslegt átak í kringum það mál og ég held að það sé kannski fátt sem forseti geti gert sem væri mikilvægur en að hjálpa okkur að vera með áttavita því að það hjálpar okkur með segluna og bara vera ekki eins týnd og vinna síðan með átak í þessari samfélagsmiðla notkun og viðmiðum í kringu það og fá viðtækt bara átak í gangi kringu það. Það þriðja sem að mér myndi langa til að gera að reyna að finna þessi stóru mál sem skipta sköpum fyrir okkar framtíð og sjá hvort að forseti geti ekki beitt sér fyrir því að leiða til samtals og samstarfs að vinna úr þeim. Ég get nefnt svo mörg dæmi en eitt sem kemur upp í huga hjá mér að ég hef alltaf furðað mig á því að í 15 ára erum við búin að horfa á mikla aukningu í ferðaþjónustu, gríðarlega mikla og það hefur breytt okkar samfélagi á svo mörgum sviðum til góðs, efnahagslega og annað en það hefur líka haft sín samfélagslegu áhrif á náttúruna og áhrif á verðlag og verðbólgu og ýmislegt annað en okkur hefur ekki tekist í þessi 15 ára að verða sammála í íslensku samfélagum hvernig erlendir gestir sem eru næstu því 10 sinnum fleiri en íbúar í landinu geta lagt setta mörkum til að við getum byggt upp innviði. Við okkur hefur bara ekki tekist að fá lendingu í því máli sem að mér finnst með hreinum ólíkindum. Já, mjög sérstakt. Og ég segi bara því ég þekki svo marga erlenda gestir sem hafa komið hingað, þeir koma alltaf hérna og segja frábært land, þvílík náttúra, æðislega matur, fólkið yndislegt, einstakt samfélag, uppáhaldsstaðurinn sem ég hef komið á. En svo kemur, en hvað að ykkur? Af hverju látið ykkur ekki leggja eitthvað að mörkum til að byggja upp innviði? Þið eru 300 eitthvað þúsund og gestirnir ykkar erum að verða 10 sinnum það og við erum að keyra ykkar vegi sem að augljóslega þurfa að hjálpa að halda, við erum að nýta heilbrigðiskerfið ykkar sem að augljóslega þarf að hjálpa að halda, við erum að trampa niður náttúruauðlindir ykkar sem að auðljóslega þarf að verja og svo framvegis. Þannig að þetta er bara eitt mál en það er svo mörg svona, núna erum við okkur hefur ekki tekist að virkja meira eða ná samstöðum það að búa til meiri sjálfbæra orku, þannig að við erum farin að brenna olíu í miklu magni á Vestfjörðum, í Vestmannaeyjum og Austurlandi, það mun skemma náttúruna en okkur hefur einhvern veginn ekki tekist að leiða saman til samtals og samstarfs þá sem vilja vernda náttúruna og þá sem vilja sjálfbæra orku og í rauninni ættu við öll að vilja bæði. Já. Þetta á ekki að vera annarkvort eða. Þetta eru mál sem að stjórnmálin áttu að ná utanum og ákveða eitthvað, gistináttagjald eða hvað er, þess að fá meira út úr túristónum eða koma sér saman virkjanakosti og svo framvegis og þetta er verkefni stjórnmáluna. Algjörlega og ég virði þingræðið í landinu og mér dettur ekki til hugar að halda að forseti komi og sé með sína eigin sín á þetta. En það sem ég er að leggja til er að forseti geti hjálpað þjóðina eiga aðkomi að stórum málum sem stjórnvöldum virðist ekki ganga
ganga vel að leysa úr núna, kannski vegna þess að það eru 9 stjórnmálaflokkar sem eðli málsins samkvæmt dragadaldi í dilka, að því þannig einhvern veginn virka stjórnmálin, að þú ert að takast á leiðir út að reyna að aðgreina þig frá öðrum frekar en að finna hvar finnum við þennan sammenningar flöt, en embætti forseta til þess að hjálpa okkur að finna sammenningar flöt og samstarfsflöt, vinna á styrkleikum okkar en ekki á veikleikum okkar. En hvað áttu við að forseti íti undir aðkomu fólksins að þessu? Hvernig Ég sé fyrir mér að þjóðfundir eins og við fórum í 2009 séu bara mjög þarfir í tengslum við þessi stóru mál. Og ég held að það sé kannski eina leiðin til þess að finna leiðin áfram í samfélagi sem að nýtur ekki trausts, að það sem að traust á stofnunum samfélagsins blátt og raunber vitni. Stjórnvöld, atvinnulíf og frjáls félagasamtök þurfa bara eiga aðkomu held ég að því að móta þess leiðin áfram í þessu málum. En sérðu það fyrir þér að einhver niðurstaða frá svona þjóðfundi að stjórnmálin þyrftu þá einhvern veginn að taka tillit til þeirra niðurstöðu? Ég sagði fyrir mér að stjórnvöld væri þáttakendur, eins og atvinnulífið, eins og frjáls félagasamtök. Þetta sé ekki lengur hægt að vinna í stórum umbreytingarverkefnum bara á vettfangi stjórnvalda eða bara á vettfangi atvinnulífs eða bara frjálsum félagasamtökum. Ég sé fyrir mér að við þurfum að leiða þessa hópa í samfélaginu og ólíkar kynslóðir saman til þess að móta þessar leiðir áfram. Því ef við ætlum bara að láta reka á reiðanum eins og við höfum bara verið að gera í mörgum af þessum stórum málum, og þá lendum við í óefni, og ég held að við séum, ef við erum bara heiðarlega í óefni í mörgum af þessum stórum málum. En þá ertu í raun og veru svona að boða smá svona breytingar á þessu fulltrúa lýðræði sem við erum með. Við eigum að sem sagt núna treysta því að þeir kjörnu þingmenn sem við kjósum á Alþingi til 4 ára að þeir eigi bara að sjá málin þangað til við kjósum næst, en þarna værum við að breyta þess aðeins og auka aðkomu almennings að stjórnmálunum á milli kosninga. Auka þáttöku, Ég held að allt sem hefur gerst í íslensku samfélagi sem gott hefur gerst með víðtækri þáttöku samfélagsins. Það bara þannig. Ég ekkert að draga úr fulltrúa lýðræðinu, en ég held að við bara verðum að horfast í augu við staðrendir. Við erum búin að horfa á það allan heim, þetta ekkert sér íslenskt, að þegar traust látt í samfélaginu að þá missir fólk aldrei trú á stjórnmálum og stjórnmálafólki. Unga kynslóðin tala mikið þetta allan heim, að það bara ekki trú á okkur sem í fórustu núna að breyta rétt gagnvart þeim. Þannig að ég held að ef við ætlum að byggja upp traust og fá svona, stuðning samfélagsins í þær umbreytingar sem þurfa að eiga sér stað, þá þurfum við bara að nálgast það með öðrum hætti. Ég bara að horfast í augu við raunveruleikann. Ég ekki að hafna einhverjum kerfum, ég held bara flest okkar kerfi urðu til, í kjölfar seinni heimsstyrjaldar, hvort sem það peningakerfið eða hagkerfið eða hugsunin í því, eða hvernig við stundum viðskipti, eða hvernig við stundum stjórnmál og svo framvegis, en það bara svo margt sem bendir til þess að okkur ekki að ganga vel að byggja upp traust og halda fram á veginn með þau kerfi, og ég kannski svona tala að nauðsynlega uppfærslu á það hvernig við nálgumst málin. En ég veit ekki hvernig það virkar nákvæmlega. Ég meina, við sjáum fyrir okkur, við gefum okkur það að þú nærð kjöri og þú ert sest í þetta embætti á Bessastöðum og þú vilt vera að gera þetta eitt af þínum fyrstu verkum að boða til svona þjóðfundar. Með hvað hætti getur forseti bara gert það tæknilega, bara kallar hans til einhvern ráðgjafa eða hvernig myndi það ferli eiga sér stað? Já, þetta nefnilega mikilvægt að reyna átt að segja á hvernig maður myndi gera þetta í praktis, og í rauninni kannski það sem ég að lýsa fyrir þér, Frosti, önnur sýn kannski á embætti forseta heldur en kannski margir aðrir hafa. Það að segja, ég sé fyrir mér virt embætti sem að reyna verða til gagns í samfélaginu og auðvitað í samfélagi þjóða einhverju leyti líka. Fyrsta sem mér myndi langa að gera að ræða við fulltrúa næstu kynslóðum hvernig við ættum að gera þetta. Ég myndi vilja fá unga fólkið til mín í samtal og ekki segja við eigum að gera þetta og við eigum að gera þetta svona. Heldur segja, hvernig eigum við að gera þetta? Þetta framtíðin ykkar sem við erum að móta. Hvernig eigum við að virkja samtali í samfélaginu? Ég tek stundum sem dæmi á þjóðfundi 2009 að þá var ungur maður sem var þá frumkvöll í upplýsingatæknigeiranum sem bjóð til á 2 dögum laust sem gerði okkur kleift að skrifa á gula miða á hverju borði, og svo sló fólk þetta inn í 12 og við sáum gildin sem þjóðin valdi sér á vegnum í rauntíma. Hugsaður með gervigreind og öllum nýju tæknimöguleikunum hvað væri hægt að gera til þess að gefa þjóðinni virkilega virka aðkoma að einhverju svona ferli. Þannig ég myndi ekki sem sagt vilja mæta á Bessastaði og segja að ég hefði öll svörin og ég vissi nákvæmlega hvernig ætti að gera það. Ég myndi vilja leiða fólk inn til samtals að móta það, og ég held að forsetaembættið sem slíkt þurfi ekki að leiða þjóðfundi á öll möguleg málefni, en getur leitt fólk saman og sagt, nú erum við hérna með mál sem augljóslega
brennur á samfélaginu og augljóslega... En meina, hver myndi halda utanum, sko, hugmyndin kemur frá forseta, en hver myndi halda utanum framkvæmdina sem slíka að leiða hópa saman í Laugardalshöll eða eitthvað sambarlegt? Vonandi allar sko margar mikilvæga stofnanir samfélagsins. Vonandi væri þetta viðtækt eins og í átæki hvað við ætlum að gera varðandi andlega heilsu unga fólksins. Vonandi væru margar stofnanir samfélagsins sem kemur saman að því. En forseti getur ljáði gildi, getur vakið máls á því og getur ávarpað þetta mál í samfélaginu og getur stutt við útkomuna. Forseti þarf ekki og á ekki að vera í einhverju mótsök við stjórnvöld öllu jafna en samt öryggisvendill og við getum rætt það sérstaklega því að þetta eina embætti sem við kjósum mannesku beinni kosningu í. En ég held að það getur verið ákaflega mikilvægt að svona þjóðfundur njóti stuðnings og atbeina forseta og ég held að áhrifavald forseta og dagskrárvald sé gríðarlega mikið. Stundum talaði að þetta embætti sé óþarft. Ég held að ég hafi aldrei talið það mikilvægara en núna. Af því að það er svo margt sem að draga okkur í sundur en þarna sé ég leið til þess að nýta embætti til að finna það sem samennar okkur frá gildunum upp í hvert við ætlum í stóru málaflokkum sem skipta næstu kynslu öllu máli. En ef það er rétt hjá þér að forseti raun og veru geti haft þessi áhrif sem þú talar finnst þér þá ekki til dæmis Guðni TH hafa vannýtt þetta embætti heilmikið? Ég held að Guðni hafi staðið sig alveg og sé ótrúlega vinsæll því hann hafi staðið sig alveg ótrúlega vel í að hlusta á og vera til staðar fyrir sína þjóð og ég held að það hafi verið ákveðin svona eftirspurn eftir því þegar ef þú hugsaður það hver forseti sem við fengið hefur verið ólíkur. Veldur hver á heldur er gott máltæki og það kannski svolítið fallegt að í þessu embætti hefur það verið hægt. Þannig að sumir hvart yfir þetta sé óskilgreint, ég held að það sé kannski bara pínluti fallegt að við getum fengið forseta sem gerir akkurat það sem þarft hverju sinni. Og ég tel að þegar Guðni kemur inn í embættið hafi verið eftirspurn eftir því að embættið færðist nær fólkinu í landinu, að forsetin væri aðgengilegur, alþýðlegur, tæki þátt í að vekja máls á málum sem brenna á samfélaginu og væri sýnilegur í samfélaginu og ég held að þetta hefur Guðni gert ákaflega vel. Já, ég tek að fram ég mjög ánægð með Guðna sem forseta og það einhver hluti vegna þá virðist við hafa verið ánægð með alla forsetan okkar heilt yfir. Okkur hefur nefnilega bara tekist vel til fórusti og þess vegna segi ég alltaf þegar fólk að hafa miklar áhyggjur af fjölda frambjóðanda þetta ekki bara lýðræðisveisla og eigum við ekki bara að treysta fólkinu í landinu til að velja vel. Okkur hefur tekist að hinga til. En hver forseti hefur samt verið ólíkur? Þessir þrír sem ég man eftir á minni ævi, Vigdís, Ólafur og Guðni hafa verið mjög ólík. Ég sé eitthvað fallegt í hverju og einu þeirra og hvernig þau gengur fram í þessu embætti og ég sé einhverja hluti sem að ég myndi vilja gera sem eru halla og ég forsetið þá langar mig bara að vera halla og halla ættuð úr Skagafirði og að Vestfjörðum og bara dugnaður eitthvað dyggð sem ég var bara alin upp við og mig langar til að gera virkilegt gagn í samfélaginu og ég held að ég hef kannski persónulega ekki þá sín á embættið að það sé einungis til sínis eða auðvitað held ég að skipti máli að við séum með góða mannesku, með góða dómgreind, góðan karakter sem kemur vel fyrir hér heima og annar staðar en ég held að það skipti virkilega miklu máli að nýta þetta embætti til gagns og ég vil nýta það til gagns til þess að minna okkur á tunguna og menninguna og söguna og allt sem samennar okkur en líka til að styðja við frumkvöla og atvinnulíf og listir og tónlist og allt þetta sem að gerast í landinu því að við erum lítið land og það þarf ekkert mjög mikið til þess að hér séu efnahagslegar og samfélagslegar framfarir einstakar en mér myndi langa til að gera það. Ég myndi langa til að nýta mína reynslu, mína ástríðu fyrir styrkleikum Íslands, mitt tengslanett til þess að virkilega leggjast í árar fyrir hönd þjóðarinnar. Þú eru örglega hugleitt, svona, að ég myndi spyrja þig, hvað telur að almenningur í landinu, að þjóðin vilji sjá í þessu embætti forseta Íslands? Hvert telur þú að hlutverk sko, í hugum þjóðarinnar forsetan sé? Ég held að þjóðin vilji fulltrúa sem að talar fyrir og sýnir með góðu fordæmi að viðkomandi hefur karakter og vinnur á grunni þessara gilda sem kom út úr þjóðfundinum. Ég held við viljum heiðarlegan einstakling, ég held við viljum aðalega sem sýnir öðrum virðingu, ég held við viljum eitthvað sem að horfir til allra hópa samfélagsins og hugsaður jafnrétti fyrir alla í þessu samfélagi, hugsaður réttlæti, með sterkar réttlætiskend og
vill auka ábyrgð allra í samfélaginu á þessari framtíð sem býður næstu kynslóðar. Þarna fór ég í 5 gildin sem kom út í þjóðfundinum. Ég held að það skipti líka máli að viðkomandi sé einlægur. Ég held að fólk vilji horfa á viðkomandi og vita að þú sért ekki bara með einhverja orðræðu sem kemur til að þú ert í framboði. Í mínu tilfelli ég hef bara brunnið fyrir þessi mál frá því ég fór að kenna í Háskólanum í Reykjavík 29 ára gömul. Allt sem ég hef gert hefur snúist að reyna að vekja athygli á ábyrgri forystu og þessu samtali og samstarfi framtíðina. Þannig að ég held að þetta skipti fólk máli. Ég held að fólk horfi svolítið til þess að forseti geti talað mörg tungumál, komið vel fyrir í samfélagi þjóða. Þetta stæðsta sendiherraembætti okkar og það í rauninni tiltölulega ódýrt ef það nýtist sem slíkt að þá fjárfestingin sem getur skilað sér tilbaka ef að forseti vel tengdur og getur komið á mikilvægum tengslum fyrir hönd allra mismunandi hópa í okkar samfélagi geta verið gríðaleg. Þannig ég held að þetta skipti allt máli. En þetta fyrst og fremst karakterinn held ég og svo held ég að fólk vilji öryggisventil og þá förum við aftur í stjórnarskrána og tölum 27. greinina. En það náttúrulega þannig að þessi grein fyrst nýtt af Ólafi Ragnari Grímssyni í ISEF-málunum og reyndar í fjölmiðla frumvarpinu líka. Hann nýtir þessa grein fyrstur forseta í 3 gang. Og mér finnst mjög mikilvægt að tala þetta kannski þetta formlega vald sem forseti hefur, stjórnarmyndunar umboðið, hver fær það? Það í rauninni stjórnmálaflokkar gætu alveg farið sjálfur í stjórnarmyndun án þess atbeina. Þetta er bara formsins vegna sem að forseti kemur að því. En þetta vald, 27. greinin, málskotsrétturinn, að það held ég mikilvægt vegna þess að við erum í samfélagi þar sem ekki mikið traust, að ef að það myndast aðstæður þar sem að stór mál sem varða, sem að stór hluti samfélagsins bara ósamála þingi að ef að lög koma upp og forseti hlustar vel á alla hópa í samfélaginu og skynjar að það sé eitthvað gjámilli þings og þjóðar, að þá það formlegt vald sem að ég myndi ekki hika við að nýta og tel að Ólafur Ragnar hafi haft rétt fyrir sér að nýta því að það var rosalega mikið óréttlæti því ef að skuldir okkar kynslóðar hefði átt að lenda á mörgum kynslóðum framtíðar vegna óábyrgrar framkomu okkar tíma. Stórmerkilegt í sögu þjóðarinnar að Ólafur Ragnar Grímsson skildi hafa tekið þessa ákvörðun. Það það. Og sérstaklega í ljósi þess að hún virðist að það hugur ekki fyrir hönd barna minna og barna þinna. Af því að hann virðist hafa haft hárrétt fyrir sér. Hefði geta farið öðruvísi, við vissum það ekki þá, en hann hafði hugur ekki. Já, hann hafði hugur ekki og virðist hafa haft hárrétt fyrir sér á endanum og samt að fara gegn vilja meirihluta þingsins en með vilja meirihluta þjóðarinnar að því að virtist vera. Og ekki bara það heldur, þá tókst honum að verja þetta sjálfur persónulega bara í hörðustu spjallþáttum erlendra fjölmiðla. Það sem hann kom fram fyrir hönd þjóðarinnar. Hann eftir viðtalinu í Hard Talk sem var alveg skipti sköpum. Algjörlega. Og hann gerði það ofboðslega vel. Já, þannig að ég held að við þurfum forseta sem getur gert svona. Við erum bara á þannig tímum, Frosti, að við þurfum forseta sem getur sest niður í fjölmiðla viðtal. Mér var bara að hugsa til eins mál sem er nýlegt, eða nýra fyrir okkur. Ég er gift Grindvíkingi og við vitum öll hvað í gangi í því samfélagi, mjög erfiðir tímar, eldsumbrot og allt það. Að það sem að við höfum orðið vör við, ég og Björn maðurinn minn, að það mynduðust miklar áhyggjur hjá fólki sem að hafði gert áætlanir að heimsækja okkur þegar þau heyrðu að væri neyðarástand á Íslandi. Neyðarástands orðið að heimsækja Ísland. Fólk sem hafa búið og við bara áttum von sjálf á gestum jólin, 3 hollum af erlendum gestum og 2 af 3 hættu við vegna neyðarástands. Og við erum alltaf að segja gjarnan að við séum í hálfið að heilu starfi að reka ferðaþjónustu því að þegar þú átt marga erlenda vini og hefur unni alþjóða vettvangi að þá alltaf leitað til þín þegar fólk kemur til Íslands, hvar á að gista og hvar á að borða og hvaða sundlaugar best að heimsækja og hvaða landsluta nauðsynlegt að sjá og svo framvegis. Þannig að maður alltaf mjög viljugur og allir Íslendingar held ég eru það alltaf. En svo fundum við þarna var bara leita til okkar og sagt hvað eigum við ekki bara hætta við, eigum við ekki að fresta og amerískir eða ferðamenn frá Norður-Ameríku orðin 43% af verðmæti í ferðaþjónustu og þetta slær þá sérstaklega illa. Þeir fara oft, Ameríkanar fara oft í stuttarferðir, þeir eyða meiru, eru verðmætir ferðamenn fyrir okkur en eru áhyggjufullir ef það eitthvað sem heitir neyðarástand og
þarna til dæmis hefði ég viljað sjá okkur, og ég veit að Íslandsstofa að fara í markasátaki kringu þetta og svona, ég hefði bara viljað sjá okkur setja okkar þjóðhöfðingja í eitt viðtal á CNN og annað á BBC og bara útskýra fyrir fólki eitt skipti fyrir öll, það ekkert hættulegt að koma til Íslands. Þetta afmarkað svæði, af því að þetta hefur held ég slegið á eftirspurnina, ég heyri það frá leiðsögu fólki og fólki í ferðaþjónustu og bændum og flugfélagunum og víðar að það hafi alveg orðið smá svona högg í mikilvæga atvinnugrein fyrir okkur. Já, það er svolítið klúðuslegt. Ég skil ekki hverju Íslandsstofa eða þar til bæri aðilar hafi ekki sko einmitt hugsað þetta og vafalaust hefur fólk gert það. Ég held við séum öll alltaf að reyna okkar besta en stundum þarf bara eitt mikilvægt viðtal frá þjóðhöfðingja til þess að koma í veg fyrir að einhver miskilningur að það sé hættulegt að koma til Íslands fái að grassera. Þannig að ég kannski bara vekja máls á því að ég held að skipti máli að vera með þjóðhöfðingja hér sem getur sinnt slíku hlutverki. Já, engin spurning. Og þetta myndi ég treysta mér mjög vel í að gera. Þetta að einhverju leiti það sem ég hef mikið verið að gera í B-team í minni vinnu að koma fram fyrir stór mál og bæði leiða fólk saman í erfiðum málum sem eiga sér staði í heiminum og já, allt frá friði í loftslags- og umhverfismál, í jafnréttis- og mannréttindamál. Segðu okkur endilega eins frá þessu B-team. Hvað er þetta nákvæmlega og hvað hefur verið að fást í þessu sérum? Já, ég skal, það er bara í hreinskynni sagt pínlítið erfitt að útskýra starf B-team. Þannig að tekur aðeins lengra heldur en bara eina málsgrein, en flesti vilja svona eina málsgreinum allt í dag. En B-team var stofnað fyrir rúmlega 10 árum síðan af frumkvöðlunum Richard Branson sem var stofnaði Virgin samsteipuna eða frumkvöðlunum þar og upprunalega plötubúðir. Já, byrjaði í tónlistinni og er svo líka sætt og ferðaþjónustu og ýmsu og flugfélögum og fleiru og Jochen Seitz sem var þjóðveri sem þá var forstjóri Puma fyrirtækisins, yngsti forstjóri af svona skráðu fyrirtæki í heiminum þá, 29 ára gamall. Og þeir tveir hittast en Jochen er mikill áhugamaður listir, hann er mikill áhugamaður vendun villtra dýrastofna og umhverfismál og hann var svona farin að horfa til þess og þeir tveir eiginlega koma til samtals ásamt fólki eins og Mary Robinson, fyrrverandi forseta Írlands, Muhammad Yunus sem byrjaði smálánabyltinguna í fátækari löndum heimsins og fólk sem að kom úr konunni sem að var alþjóðlegu leiðtogi í verkalýðshreyfingunni, þannig að fólk úr svona ólíkum hópum samfélagsins kom saman til að í rauninni kjölfara efnahagshrunsins. Þá byrja samtalið og segja að það er kannski ekki hægt að halda áfram að stunda viðskipti og reka efnahagslífið eins og við höfum alltaf gert það. Það er komin tími til að uppfæra mörg norm og viðmið í viðskiptalífi og þessir leiðtogar ákvaða saman að vilja setja mennskuna, kjarna mennskuna í nálgunina á það hvernig fyrirtæki í rauninni eru rekin og hvernig við stjórnvöld setja leikreglur í kringum viðskiptalíf og efnahagslíf. Og hvað þýðir það að setja mennskuna í forgrunn? Já, þessi leiðtogar trúa því að það sem við gerum í dag skipti sköpum fyrir næstu kynslóð. Þannig að við verðum að axla ábyrgð fyrir umhverfismálum í víðum skilningi þess, fyrir jafnrétti og jöfnuði. Þannig þessi hópur er að horfa á að jöfnuður er að sko aukast innan samfélaga og innan heimsins, að til dæmis loftslagsbreytingar séu að bitna kannski mest á þeim sem leggja minnsta mörkum til þess að við séum með þennan vanda. Þannig að flóðin eða uppskýrubresturinn eiga sér stað í Afríku eða Suður-Ameríku þar sem að fólk er að lifa innan mörka jarðarinnar betur. Forstjóri Virgin og forstjóri Puma koma saman á samt fleirum. Já, þau eru 15 þegar við byrjum, við eru 32 leiðtogar í dag. Já, og til þess að einhvern veginn að reyna að sína með góðu fordæmi að það sé hægt að vinna öðruvísi. Skal gefa þið bara nokkur mjög svona góð dæmi. Það er stundum betra hvernig okkar forstjórar vinna og hvernig við reynum að breyta. Mér finnst eitt skemmtilegasta dæmi sem ég veit kemur frá einu minnsta fyrirtækinu sem er í B-team sem heitir Greystone Bakery. En það er þess bakari sem að býr til alla brúnkökurnar sem er í Ben & Jerry's ísnum. Þannig að við erum flest búin að borða brúnkökurnar þeirra en fæst ekki fyrirtækin. Aðeins og mikið af þeim sem og sannarlega ég í þeirra hópi. En þetta fyrirtæki stofnað fyrir 40 árum síðan að þegar við vorum að tala heimilislausa áðan í Brooklyn í New York og stofnandi var dálítið sérstakur, hann var svona andlega þenkjandi og þegar mikið lá við þá náði hann oft í heimilislausa og bauðum vinnu yfir daginn þegar hann vantaði starfskrafta og þetta er fyrir ríflega 40 árum síðan. Hann ákveður í framhaldinu að kjarna inn í starfsemi þessa fyrirtækis að stunda svokallar opnar ráðningar. Að það þyrfti ekki að byrgja svona margar hindranir fyrir því að fólk fengi að vinna. Ef að fólk vildi vinna, þá vildi hann hjálpa því að fá vinnu. Og hann ákvaði að þegar að fólk vil vinna í bakaríinu hjá Greystone, þá þarf það ekki að senda inn ferilskrá,
það þarf ekki að koma í viðtal, það þarf ekki að koma með hreint sakavottorð, það þarf ekki að sýna fram á það að hafa aldrei verið í neyslu, það þarf ekki að hafa heimilisfang, það þarf ekki að hafa meðmæli, það þarf bara að skrá nafn sitt á lista og næst að losna starf, þá þið boðið starf, færð meir en lágmarkslaun og 2 vegna þjálfun í að verða bakari. Og með þessari nálgun opna ráðningar sem 70% af öllum störfum í þessu fyrirtæki fara eftir, að þá hefur hann hjálpað hundruðum af bara brautinni sem að leit ekkert afturinn á beinubrautinni í lífinu því að þeir kom til viðbótar við að gefa fólki starf sem það mikilvægasta sem hún færð, tilgangur í lífinu, þá hann að hjálpa fólki að takast af við hvort sem það að komast á beinubrautin og komast yfir fíkn eða komast út úr hjónabandi þar sem þú ert í ofbeldis hjónabandi eða komast út úr fjárhagskröggum eða koma húsi yfir höfuð eftir að hafa verið heimilislaus. Þannig hann með félagsþjónustu meðfram því að gefa þér starf. Þetta rosalega fallegt en hérna auðvitað öll fyrirtæki hafa ekki bara getuna til þess að stunda þessa félagsþjónustu og þurfa frekar. Öll fyrirtæki geta gert eitthvað og það sem hann að gera núna, hann að kenna IKEA og Body Shop og öðrum fyrirtæki að taka hluta af sínum störfum og stunda opnar ráðningar. Árið 2021 í Bandaríkjunum, og þetta eru aðeins eldri tölur því að það var árið sem hann kom í okkar raðir í B-team, þá sagði forstjórinn okkur frá því að það voru 10 milljónir starfa sem fékkst ekki fólk í Bandaríkjunum á þeim tíma. Mjög mikið í þjónustugeiranum, veitingageiranum og svo framvegis. Og það voru það bil 10 milljónir manns atvinnuleysir í Bandaríkjunum. Þetta kallaði hann brest á vinnumarkaði. Og það eru bara svo margir sem falla út af beinubrautinni í lífinu fyrir einhver ástæðu og það gætu öll fyrirtæki velt fyrir sér að vera með að minnstakosti 1 svona starf. En skiljiðu þá rétt að B-team sé einhver svona ráðgjafa fyrirtæki fyrir fyrirtæki Nei, við erum góðgerðarsamtök og við veitum enga ráðgjöf. Við reynum að vera góð fyrirmynd og svo nýtum við sameiginlegan kraft okkar til að þrýsta á stjórnvöld þar sem að við teljum að lög og reglur þurfa að breytast til að tryggja hagsmuni framtíðarkynslóða. Sem dæmi eru við þeirra skoðunar að skilgreiningin að hagnast á kostnað hvers sem að svona Milton Friedman kenningin sem að við hefur verið við lýði frá árinu 1970 að eina hlutverk fyrirtækja sé að í rauninni hagnast fyrir hluthafa, að hún sé bara ekki lengur rétta skilgreiningin árangri. Því að við höfum gengið fram að mörkum samfélagsáttmálans á svo mörgum sviðum og ekki síður bara mörgum jarðarinnar. Svo ég haldi áfram að reyna að skilgreina þetta að skilja, að þá er B-team sem sagt þá góðgerðarsamtök fyrirtækja að forstjóra út allan heim sem að vilja meiri samfélagslega ábyrgð stórfyrirtækja. Já, og nema við myndum væntalega og það er mjög góð lýsing að segja að það er allir mjög þengjandi á ábyrgðarnótunum, við viljum auka heiðarleika á ábyrgð í hvernig viðskiptalífið gengur fram og við viljum sína með góðum fordæmi að það sé hægt og það þurfi ekki að koma kostnahagnar. Nema við myndum væntalega, mér leiðist pínulítið stundum þetta hugtak samfélagsleg ábyrgð. Vegna þess að við erum einlæglega þeirra skoðunar að þetta sé eina leiðin til að stunda góð viðskipti til lengri tíma litið. Að gallin í kerfinu séu 3 svona gallar í efnahagskerfinu eða markashagkerfinu sem að þurfi að takast á við. Fyrsti gallin er að við horfum bara til svo skamms tíma. Þessi ársfjórðungsuppgjör fyrirtækja gera þá ofta verkum að fjárfesting sem þarf að eiga sér stað til þess að umbreyta fyrirtækjunum þannig að þau séu ennþá í lagi til lengri tíma litið. Hún bara á sér ofta ekki stað. Það er bara verið að hámarka arð til skammstíma bara fyrir hluthafa og það módel sé bara, skammtíma nálgunin sé ekki lengur í boði. En já, þetta tóðast á sjónarmið og ég, þetta er búið að vera svolítið umræðin núna ef við sáum ölgerðina gera eða gangast undir einhverja stöðlun eða stimpil frá samtökunum 78 og svo er aðri sem segja fyrirtæki eiga bara að vera að framleiða bestu vöruna sem hagkvæmustu verði fyrir neytendur hverju sinni og ekki vera að fara einhverja dygðaskreitingar með einhverjum, skreita sig með einhverjum samfélagsmálum og þykjast vera eitthvað annað en þeir eru. Ég er alveg sammála því að fyrirtæki ekki að vera með dygðaskreitingar og mér leiðist mjög mikið þegar fyrirtæki eru að gera eitthvað bara til að sýnast eða fyrir svona almannatengsla ástæður. Ég held að það sé ekki réttu ástæðunar. Það er mikið til orðið þannig. Mikið til. Samfélagslega ábyrgðin er bara einhver PR-auglýsing. Já, einhver skýrsla eða einhver sýning og ég er fyrsta manneskjan til að gagnrýna það. Held að sé allt of mikið af því. Ég er hins vegar þeirra skoðunar að bara við erum, að því við vorum að tala unga fólkið okkar, að það eru bara svolítið ný gildi og ný viðmið sem að þau horfa til, bæði þá sem starfsmenn og sem neytendur og svo í framtíðinni sem fjárfestar. Að það sé eiga sér stað mikil tilfærsla þarna.
og ég held að allavega þau fyrirtæki sem við erum að vinna með í B-Team og ég get tekið til dæmis dæmi frá stærra fyrirtæki heldur en bakaríinu, Salesforce fyrirtæki er stofnað manni sem heitir Mark Benioff og ég get tengt þetta eins við samfélagsmiðlana og hann er forstjóri þess fyrirtækis í dag og hann bara allt sem hann gerir hann vegna þess að það eru mál sem skiptir starfsfólki hans máli og hann fer í þessi mál vegna þess að hann vill vera fyrsti valkostur starfsfólks. Það er bara hreinlega leiðin fyrir hann til að eiga gott fyrirtæki. Hann er að vinna á svæði þar sem er samkeppni hæfileikana og þannig að þegar hann ákveður að leiðrétta launamun kynjana að því að hann sér á gögnunum að hann er sannarlega til staða og það kostar hann einhverja milljónir bandaríkjadólara þá gerir hann það ekki bara góðmennsku einni saman heldur vegna þess að hann veit að það mun hjálpa honum að ná í fleiri góða starfsmenn. Mark er líka þannig þengjandi að hann til dæmis, honum er ekkit samum heimilisleysið á götum San Francisco borgar þannig að hann hefur til dæmis farið fyrir mjög virku samtali við stjórnvöldum hvernig það er leyst því að það er auðvitað ekkit gott að búa í samfélagi þar sem að heimilisleysi er bara orðið viðurkennd staðreynd. Þannig að hann telur þetta skipta sig máli og sinn vinnustað og sitt starfsfólk. Hann árið 2018 kallaði samfélagsmiðlana nýja tóbakið og sagði að við myndum eitthvað til að horfa tilbaka á samfélagsmiðlana og átta okkur á að þetta er eins og var með tóbaki á sínum tíma. Þannig að frekar hann að kalla, þó ég sé ekki á móti hugtækinu samfélagslega ábyrgð, þá held ég bara að fyrirtæki sem ætla að vera til og lifa af þessa miklu byltingu, bæði, ég myndi segja, samfélagslegu byltingu sem við erum að gangi gegnum og tæknibyltingu sem við erum að gangi gegnum, það er bara ofboðslegt umbreytingar tímabil í heiminum, að þau þurfa bara að horfa til fleiri haghafa heldur en bara hluthafa, bara til að vera relevant, til þess að sjá framtíðina, til þess að hafa hæfileikana sem þau þurfa á að halda borð. En hvert er nákvæmlega svona viðskiptamódel B-Team sem að þið eru með starfsmönnum, þú ert forstjóri, hvað koma tekjur og hvernig er þetta rekið? Þetta er rekið á annars vegar fyrirtækjunum sjálfum, við erum með svona rúmlega 40% leggja fyrirtækin sjálf til fjármagn og svona rúmlega helmingurinn kemur frá það sem við kallum svona non-profit eða philanthropy eða það sem að fólk fyrirtækin sem eru aðilar að þessu leggja til fjármagn. Leggja til fjármagn. Af hverju? Hvað er in it for them, eins og maður segir? Já, þau eru það sem að ég kalla okkur stundum hugrekki samfélag, það er kannski svona ein lýsing til að lýsa þessu. Þau eru öll búin að átta sig á að þau eru að fást við alls konar umbreytingarverkefni sem eru flókin og það er bara pínulítið erfitt að vera að því einn. En ef þú ert að læra með öðrum og læra af öðrum, að þá gerir það mikið gagn. Þau eru líka búin að átta sig á því að þau vilja vinna í meiri slagkrafti að hafa áhrif á lög og reglur í kringum sitt umhverfi og að það sé betra að gera það saman heldur en í sundur. En ég myndi segja að stærsta ástæðan er að það fólk sem kemur saman í B-Team hefur bara ákveðið eftir langa ævi hjá mörgum. Við erum ekkert rosalega ungur hópur, stjórnarformaðurinn okkar í dag er forstjóri IKEA og hann er jakall mér og er yngstur í hópnum, eða næst yngstur í hópnum. Þannig að þetta er svona fólk sem er komið kannski svolítið á seinni hluta ævi sinnar og hefur ákveðið að það vilji verja hlut af sinni orku og tíma til þess að reyna að leiða jákvæðar umbreytingar í sínu lífi. Ég segi stundum og það er gaman að taka þetta sem dæmi að stór hlut af okkar forstjórum hefur átt samtal við börnin sín eða barnabörnin sem hafa verið erfið og ég get eitt dæmi að forstjóri Tryggingafélags Allians sem er í okkar röðum að dóttir hans spurði pappa sinn fyrir nokkrum árum síðan: Pabbi, getur þú verið stoltur af öllum vörum sem að fyrirtæki þitt selur? Og það kom bara stór og löng þögn. En svarið í hjartanu frá pappanum var bara hann gæti ekki alveg verið stoltur af þeim öllum og þá fer hann bara í ákveðnar umbreytingar hjá sér til að reyna að komast nær því. Já, margar svona sögur af það sem að Mary Robinson, fyrrverandi forseti Írlands, sem segir að hún hefði líklega aldrei farið fram ef að Vigdís Finnbogadóttir hefði ekki verið henni fyrirmynd 10 árum áður. Að þegar hún eignast fyrsta barnabarnið sitt og hún hafði unnið að mannréttindum alla tíð og hafði aldrei hugsað mikið loftslags- og umhverfismál. Hún var mannréttindakona. En svo áttaði hún sig á því að þegar hún hélt á fyrsta barnabarninu og reiknaði aðeins út aldurinn þegar hann verður ákveðið gamall, hvað eru vísindin að segja okkur að sé búið að gerast þá í umhverfismálum og þá áttar hún sig á að eitt stæðsta mannréttindamálið hennar mati og stæðsta réttlætismál nútímans er að við séum ekki að brenna upp á kostnað fólks og umhverfis hagnað framtíðar kynslóða. Eða lífsviðurværis framtíðar kynslóða. En hvernig kemur þetta til að þú verður forstjóri í B-Team? Það er Richard Branson og þessi Puma-gaur sem eru fyrstir þarna og svo komum fleiri að.
Hvenær kemur þú inn í þetta og hvernig kemur það til að þú að ég fer í þetta starf? Já, það var eiginlega ótrúlegt ferli, satt að segja. Ég árið 2009, þegar við erum 3 mánuði eftir að efnahagshrunið gengur hér yfir, að þá ég að reka annar stofnandi fyrirtæki sem heitir Auður Kapital, sem var fyrirtæki sem við stofnuðum, ég og Kristín Pétursdóttur, til að koma með aukna ábyrgð inn í fjárfestingar og viðskiptalíf. Okkar sýn var að það væri svolítið verið að, við höfðum áhyggjur af of mikilli áhættusækni og of lítilli ábyrgð í því hvernig var verið að ganga fram. Og sem, ég veit ekki hvort það var sem konur eða sem mæður, einhvern veginn laðist þetta ekki vel á okkar gildismati og við stofnum það félag 2007. Og þegar að hrunið kemur og þá eru við eina svona eignastýringar fyrirtæki sem að förum í gegnum það tjónlaust og völdum engu tjóni og þetta var alveg, og það var alveg erfitt að tala um það í okkar samfélagi því að þetta hrynur allt fjármálakerfi og við vorum í jafnmiklu sárum og allir aðrir sem Íslendingar, samfélagið bara fór í gegnum erfiða tíma, en við fengum viðurkenningu þarna ári eftir sem frumkvölar Evrópu af Cartier, Insead og McKinsey, þeir voru með svona verðlaunaafhendingu og þar byrja ég að kynnast mörgum sem að ég hafði svo sem hort til, sem voru að ræða svolítið svona hvað ætlum við að læra af þessu, hverju þurfum við að breyta. Meðal annars heyri ég þá í fyrsta skipti í Pól Pólmann sem þá var forstjóri Unilever fyrirtækisins, einn stærsta neytendavöru fyrirtækis í heimi. Hann tekur við í janúar 2009 og heldur þá ræðu á sínum fyrsta hlutafundi og segir þetta er meir en 100 ára gamalt fyrirtæki. Hann segist þá, ef að þið hafið áhuga á því að ég reki þetta fyrirtæki með þessa ársfjórðungshugsun, þá bara er best fyrir ykkur að vera ekki hlutafar hér, því að ég ætla að umbreyta þessu fyrirtæki þannig að það verði til í önnur 100 ár, það er hlutverk mitt. Þannig að ég ætla ekki að tala við ykkur hlutafana með einu svona ári, því ég ætla að taka langtíma sín og hann er einu svona hálf rekur hlutafa sem að vilja horfa til skamstíma og hugsa bara um þennan skamtíma gróða og kostnað hvers sem er. Gaman að segja frá því að Pól, hann ætlaði að verða prestur, hann ætlaði í kaþólska prestaskólan, hann er kaþóliki, hann komst ekki inn í prestaskólan og endaði í viðskiptafræði og ég segi stundum að hann hafi orðið viðskiptaprestur í staðinn því að hann er svona svolítið predikari fyrir góðum gildum og hefur verið mikill brautryðjandi. Ég heyri fyrst af honum hann í janúar og kjölfarið á þessu efnahagshruni tek ég mjög virkan þátt í samtali allan heim bara hvað gerðist í fjármálahruninu, ekki bara á Íslandi, heldur allan heim, hverju þurfum við að breyta til að kerfið hrynni ekki ofan á almenning öðru sinni, því að þetta er aldrei svona eins og áhættusæknin, hún er sko einkavægt, en afleiðingarnar er þjóðnætt og þarna og þessi samtöl sem eiga sér stað í kjölfar hrunsins verða til þess að þessir aðilar ákveða að búa til bítím og sjá hvort að þeir geti vakið máls og unni saman að því að breyta því. Þannig að ég byrja að hitta, þáttakandi að ráðstöfnu í Oxford með Mary Robinson, ég hitti Pól og annar, ég byrja að hitta suma af þessum leiðtogum. Og árið 2013 þá stíg ég út úr þá er maðurinn minn búin að venda kvæði sinni í kross og fara úr fjármálageranum og læra að verða kokkur, heilsukokkur, ákvaða að segja að heilsan væri í rauninni hinn raunverulega auðlind í lífinu og hann vill svona breyta sínum lífstíð, þannig að ég stíg á þeim tíma ákveðin skref bara út úr Auði Kapital, þá eru við innan gjaldeyrisafta, mér finnst nokkuð augljóst að við munum fara í einhverja vegferð að sameinast öðrum fyrirtækjum til að geta stækkað innan Íslands, en ég hafði alltaf sjálf haft áhuga á því að byggja upp fyrirtæki sem að stæði við sín gildi kannski á stærri grunni heldur en bara á íslenskum grunni og langaði meira að vaksa þannig og ég fer að bara einbeita mér að fullu í þessi verkefni og þannig kynnist ég í rauninni B-tím og svo eftir forsetaframboðið haft samband við mig og ég spurði hvort ég vilja gefa kosta mér sem forstjóri þessa samtaka, þá voru þau 5 ára gömul og ég fór í gegnum 14 viðtöl, ég held ég hef aldrei farið í gegnum eins stíft ráðningarferli, var að drepast úr efasendum megið ágæti allan tíman og datt aldrei í huga að þau myndu bjóða þessari íslensku konu þetta starf, það voru 22 umsækjendur sem að fóru í gegnum stóra ferlið. Þú ert í raun og veru headhuntuð inn í síðan ferlið. Já, það er í rauninni hausaveðari sem hefur samband við mig sem að hafi kynst mér í þessu svona baráttuverkefni sem ég var búin að vera í alþjóðlega sem að og ég man alltaf eftir því að síðasta viðtali var við Richard Branson þegar ég var að halda fyrirlestur í Singapúr, var að halda TED fyrirlestur fyrir Cartier fyrirtæki, þeir voru með ráðstefnu í Singapúr og ég hljóp af sviðinu til að taka símann frá Richard og var bara virkilega hrættum að þetta er líklega erfiðasta af þessum, ég var búin að fara í 13, þetta var 14. viðtali en Richard spurði mig bara einnar spurningar. Hann sagði bara, Halla, ef við bjóðum þér starfi, hvað langar þig að gera? Og þá bara bunaðist einhver ástríðufull orðræða út úr mér sem að ég bara var með hjartslátt yfir eftir á að því að ég einhvern veginn bara fór beint í hjartað og let allt vaða sem að mig langaði til að gera til að reyna að bæta heiminn
og hann sagði bara við værum heppin að fá þig og þannig ég var lengi að fatta að hann væri að bjóða mér starfið. Þeir tóku áhættu, og þeir tóku áhættu á brjálæðri konu frá Íslandi og ég heldur hafi ekki séð eftir því að þegar ég sagði þeim að ég væri að hugsa að fara í framboð sem að þeir reyndar hvöttu mig til, að þá sögðu þeir við mig ef að Ísland velur þau ekki sem forseta þá verður þau bara forsetin okkar það sem eftir þannig að ég á allavega góða vini og góðan stuðning hjá þeim öllum og ég fór ekki úr þessu starfi vegna þess að mér líkaði ekki vel. Ég fór að því að eitthvað mér rennur blóðið til skyldunar að reyna að gera gagn og láta gott að mig leiða í mínu eigin samfélagi. Ertu þess að hægt núna sem fórstu? Ég fór í leyfi, bara fór í leyfi til þess að fara í framboð. En þetta moment þegar að Richard Branson hringir í þig og þú ert náttúrulega kannast allir við þetta á einhverjum, samt ekki á þessu leveli sko, þetta er alltaf mjög stórt en þegar að maður er að reyna að segja eitthvað sem maður heldur að fólk vilji heyra eða hvort að maður tali bara beint frá hjartanu, það er einhver lína hann á milli sko og í svona aðstæðum þá vill viðkomandi virkilega að þú talir frá hjartanu en á sama tíma ertu svo meðvituð að reyna að segja eitthvað rétt og svona, þannig að þetta hefur verið opfáslega stórt moment fyrir þig. Þetta var lærdómsríkt og ég held kannski að ég skrifa nú þetta í bókinni sem ég gaf út í haust Hugrekki til að hafa áhrif að ég sé búin að læra lönguleiðina og ég er enn að læra en að við þurfum að læra að fara úr hausnum í hjarta þegar eitthvað skiptir okkur virkilega miklu máli og það er bara eitthvað sem skólinn er ekki að kenna okkur og við fáum ekki endilega alltaf svigrum til að gera í okkar annars góða samfélagi að stundum er dómharkan mikil og það er erfitt að fá að koma frá hjartanu og held kannski stundum sé karlmönnum gefið jafnvel minna leyfi til þess heldur en konum en ég gaf mér litla heimildi þess framan af í mínum starfsferli, það er alveg á hreinu þó ég hef alltaf verið þannig að þá var það bara einhvern veginn, mér var ráðlagt snemma á mínum starfsferli að það væri alltaf best að setja innsæið í einhver gagnaföt og ég var alltaf svona að reyna að rembast við að koma öllu sem hétt innsæin í Excel-skjalið þegar ég var í fjármálageiranum og það bara passar ekkit allt inn í Excel og það er bara svo margt sem við vitum og skiljum sem manneskjur sem að við svona, hunsum en af því að ég var á svo miklum hlaupum þegar ég talaði við Richard í þessu samtali og af því að ég var svo full af efasemdum eigið ágæti að þá vissi ég að ég gat einhvern veginn ekki verið með tilbúna orðræðu og hann er líka dálítið sérstakur, hann er lesblindur, hann er ótrúlega hlýr, hann er svona forstjóra sem ég unni með sem að notar svona hlý orð við mann einhvern veginn og kemur svo mikið frá hjartanu sjálfur að ég hann er feiminn samt en hann er svo hlýr að ég einhvern veginn bara náða að koma frá hjartanu í samtalinu við hann og reynda að gera það í öllum hinum líka og hef bara reynda að gera það í þessu starfi og þá kemstu bara að því að Richard Branson er ekkert merkilegri en þú, skilurðu, við erum bara fólk og hann hefur bara svo mikla stöðu hann hefur það. Sérstaklega þegar þú ert í þessu áheyrnar viðtali við hann Já, og ég var alveg rosalega ég var með mikinn hjartslátt en það er nú gaman að því að ég hef líka svolítið trú að maður eigi að vinna í sjálfum sér að það er það er svona hugsuður og kennari sem heitir Thich Nhat Hanh, víetnamskur munkur sem segir ef þú finnur og hann svona eitt af því sem hann kennir og mér finnst mikil viski að þegar þú finnur mikil hjartslátt þá er það væntanlega því þú hefur eitthvað að segja þegar við höfum engan hjartslátt að þá höfum við kannski ekkert að segja eitthvað mikilvægt að segja eitthvað sem brennur á okkur og ég hef svona aðeins reynt að tilengja mér það stundum fyrst fólki ég kannski hafa full mikið að segja að því ég er oft með hjartslátt en ég verði eiginlega að því að þú varst að tala um Richard Branson og þetta svona þennan imposter syndrom eða efasemdur eigið ágæti sem ég held að hrjá okkur öll hefur hrjáð mér allt mitt líf, ég hef alltaf verið að fást við efasemdur eigið ágæti ég hef aldrei náð að losa mig við þennan herbyggisfélaga sem að segir einhvern veginn hver ert þú að gefa kost á þér til forseta eða hver ert þú að verða móðir þegar þú einhvern veginn ert ómögulegu öllu og ert ekki nógu góðu kokkur eða eitthvað annað sem þú átt að vera eða hver ert þú að segja þína skoðun eða stofna fjármálafyrirtæki eða bara eitthvað. Hver ert þú? Þessi herbyggisfélagi sem er þarna. Ég hef aldrei náð einhvern veginn að losna við þann herbyggisfélag og ég lít bara á þetta svolítið sem svona herbyggisfélagan sem að heldur manni bara auðmjúkum og jörðinni því að maður allavega drefst ekki úr roka meðan þessar efasemdaraddir eru þarna. En leiðin mín til að slökkva á efasendunum hefur alltaf verið að reyna einhvern veginn að komast úr haustum í hjartað í gegnum hugleiðslu, í gegnum að vera í náttúrunni, í gegnum einhverjar mismunandi leiðir sem að ég tengi fara í sund stundum fyrir mér eða sitta í gufubaðinu og bara gleyma öllu öðru eða hlusta á tónlist eða eitthvað slíkt. Tónlist er ofsalega nöðsileg og ætti raunin að vera að kenna okkur alveg bara frá unga aldri að stunda hana.
og þegar ég segi í fyrsta skipti frá þessu fyrir framann Richard, þá ég tiltöla nýju starfinu, kannski búin að vera í 6 mánuði og er á Neckar eyjunu sem hann er með ferðaþjónustu og býr sjálfur og ég er fyrir framann, Martin Luther King 3. og ég Van Jones sem er svona einn álitsgjafinn í fréttum í Bandaríkjunum og fullt af fólki sem ég fannst mikið til koma og mér fannst ég óskaplega lítil og við áttum öll að halda fyrirlestur undir þegar mann hugrekki og ég ákveða að tala í rauninni, hann var búið að biðja að tala forsetaframboð en ég ákveða að fara alla leið í efnahagsrunnið og það sem gerðist er reyndar alla leið í kvennafríið sem konur fór í 1975 þegar ég var 7 ára og hugrekki sem þær sýndu og tók svona svolítið mína ævisögu hvernig ég hef verið að reyna að virkja mitt hugrekki til þess að vera ég sjálf og þóra að láta rödd mína hljóma. Og þegar ég búið með og tala meðal annars þessar efasemdir og hvernig ég hef alltaf þurft að vera fást við þær og hvernig ég hef tekist á þær því ég hef ekki náða vera alltaf með sjálfstraust heldur hef ég einhvern veginn náða að finna hugrekki ef eitthvað skiptir með máli, gera eitthvað í því og svo sjálfstrausti komið með æfingunni. Og þegar ég fer yfir þetta alltaf þá bara sé ég blogg daginn eftir, þá er Richard bara búin að blogga hvernig hann hefur haft efasemdur eigið ágæti eða svona imposter hugsanir alla sína ævi. Og þetta var svolítið góð leksía fyrir mig því að ég er alltaf að komast að því betur og betur að ef að maður er opinn með það bara hversu mennsk og mannleg við erum öll og hvernig við erum öll að takast á við drauga fortíðar eða bara erfiðleika nútímans, bara erfiðleikana við að vera manneskja, að þá eigum við bara svo ótrúlega mikið sameiginlegt og alveg sama hvort einhverjum hefur heppnast vel og Richard hefur átt frábæra sigran, hann hefur líka gert ýmislegt vitlaust í lífinu og mörg mistök og... Já, það er þetta einlæga tal, ég átti náttúrulega, það bara fyndið og nefnir þetta, það er mjög stutt síðan ég var með belgískan sálfræðiprófessor í viðtali, hann satt í sætinu þar sem þú sittur núna og var að tala bara konsept sem hann er að skrifa bóku núna sem er sincere speech og hversu óbúslega mikilvægt það er til þess að ná inn til manneskunnar sem er ósamálaðir og hann fer yfir þetta í löngum máli en þetta er alveg magnaviðtal og það er eins og virðist hafa haft áhrif með þínu einlægu frásögn af eigin brestum að hefur haft áhrif að hann skrifa bloggum það daginn eftir sig sjálfan sem segir hvað þetta hittir mikið í mark. Ég held að einlægni sé vanmetin og það sé heilmikil eftirspurn eftir en ekki síst á sviði stjórnmála og þeirra sem að hafa áhrif. Ég man alltaf eftir því í kosningunum 2016 að þá var blaðamaður frá New Yorker að fylgjast með síðustu kappræðunum sem eiga sér stað kvöldið fyrir kjördag og á RÚV og hann skilur auðvitað ekki hvað er verið að segja, hann er ekki íslensku mælandi en fylgist með líkamstjáning okkar og skrifar í greininni að ég hafi verið svona dark horse sem byrtist þarna allt í einu og hann kallaði mig the living emoji of sincerity eða tákmynd einlægninnar án þess að skilja orðin mín en eitthvað í líkamstjáningunni. Tjákmynd tjákmynd fyrir ekki, tjákmynd en það er svo fyndið og segir það vegna þess að ég þurfti að spyrja börnum mín hvað er emoji á þessum tíma árið 2016 vissi ég ekki hvað það var en ég man að fyrstu viðbröðum minn voru aðeins alltaf þegar að setja eitthvað svona merkimið á konur hugsaði ég svona fyrst aðeins fór aðeins í vörn við þessum merkimiða en svo var ég bara hver getur ekki verið stoltur af því að þú ert einlægur og ég hef eiginlega bara og ég held reyndar að það sé gríðarlega eftirspurn eftir því og einlægni hafi alltaf reynst mér mjög vel en það tók mig tíma að þora að vera einlæg. Ég ætla bara alveg að viðurkenna það er nefnilega mikið hugrekki og sennilega er mesta hugrekki þar og það hugrekki býr ekki í höfðinu þess vegna held ég að hugleysla og hvað sem við gerum, það er svona mismunandi sem virkar á fólk. Ég til dæmis búin að læra margar mismunandi hugleyslur og þær hafa allar gert mér gott. Ég er búin að læra núvitund, ég hef reynd að vinna með sjálfa með mig sem hætti og hef reynd að deila því mitt í bókinu hugrekki vegna þess að ég held að þessi sjálfsvinna, hún sé í rauninni vinnan í lífinu, starfið í lífinu og ef við gætum, og ég hef mikinn áhuga á því verði ég forseti að tala meira það og vinna meira með aðilum í samfélaginu að við bætum okkar eigin andlegu heilsu. Það er rosa átak alltaf í líkamsræktinni. Ég sé til dæmis unga stráka mjög duglega í að æfa vöðvan og frábært. Þá sér enga þjálfara frábært. Vera flottur og flott. En hitt er jafnvel mikilvægara. Já, ég held að það sé mikilvægara. Ég held að við erum að sjá núna og búið að vera síðastliðið misseri alls konar Facebook-grúppur, einhverju baróttuhópar, það sem er alveg óbúðslega gremja
reiði og dómharka og stórar fulleringar sem að fólk lefi sér í kommentarkerfunum og svona og það, ég hugsa alltaf að þetta sé bara svona og rosalega mikill skortur á sjálfsvinnu viðkomandi. Það er svo mikil heift og reiði að það hlýtur að vera þetta einhvern veginn að nálgast þetta innanfrá hjá sér. Ég hugsa svo mikið þetta, orðræðuna í samfélaginu og á samfélagsmiðlum og hvað við erum að gefa okkur mikla heimild til að sýna okkar vestulegar. Það býr allt svo gott í hverju einu okkar en það býr líka eitthvað svona dekkri hlýði í okkur öllum. Og það í rauninni hverju við veitum athygli, það er það sem vex. Og aftur ef við leifum mér að vísa í þyknat hana, þá segir hann sko ef einhver segir eitthvað ljótt eða andstyggilegt, þá segir það meira líðan viðkomandi heldur en þig. Akkurat. Og það sem er svona gott við og ég reyna að tilenga mér það viðhorf og þú þarft að gera það þegar þú ert í framboði því að fólk leifir sér að segja alls konar hluti þig og það er kannski góður staður til að minna á að 9 af hverjum 10 fréttum sem eða sem sagt póstum eða fréttum sem mest deilt á Facebook eru sem sagt ofbeldi, hatur eða lygi. Þannig að það er bara eitt sem er ekki að valda annarkvort okkur eða samfélaginu einhverju tjóni. Þannig að ég mér finnst mikilvægt að benda á upplýsingaóreiðuna og að við svona tilengum okkur að taka ekki bara öllu án umhugsunar og án yfirvegunar og án þess að anda eins og ofan í maga og velta fyrir okkur hver við ætlum að velja að vera þegar við sjáum eitthvað sem að hreyfir við okkur, kannski að kanna fleiri heimildir, vera kannski börnunum okkar betri fyrirmyndi því og kannski að velja orðin okkar betur. Það er alveg hægt að eiga sko gagnrýna eða rýna til gags með virðingu. Það er alveg hægt. Bara hreinn og klár netnýðingur. Það er akkurat. Urða yfir fólk. Og ég held að þetta sé orðið svo alvarlegt Frosti að því ég held að engum líði vel í samfélagi sem er svona og að flestir þagni. Að það verði ákveðin þöggun til og ég finna til dæmis sem frambjóðandi að það er minni áhugi á frambjóðanda sem að vill byggja brýr og taka samtalið af yfirvegun heldur en einhverjum sem að segir eitthvað sem að verður kannski, er kannski ekki eins fallegt eða ekki eins uppbyggilegt. Áhugi hjá fjölmiðlunum minna. Og bara jafnvel í samfélaginu. Ég held að, en já, fjölmiðlar eru einhvern veginn að endurspegla það sem við erum að klikka á og ég held að við verðum sjálfa að spyrja okkur hvað er ég að gera, hvernig er ég að tala og hvað er ég að velja að lesa og lesi bara fyrirsagnir eða kynni ég mér innihald eða læt ég leiða mig til þess að halda eitthvað einhver málefni eða manneskjur. Fer ég í manneskjuna eða fer ég í málefni þegar ég nýti mína rödd. Er ég fyrirmynd sem að gætu börnin mín lesi allt sem ég skrifa og veri stolt af mér? Eða barnabörnin mín? Mjög mikilvægt að huglega það. Ég held að það væri góð spurning. Ég átti mjög gott samtal við góða mann daginn sem er að skrifa bók þetta. Þar sem að barnabarn afa lesa athugasemdir afa síns og heldur eitthvað hljóta að hafa komist yfir aðganginn hans því það geti ekki verið að þessi góði afi tali svona. Og ég held að það vonandi verði góð áminning, ég vona að svo bók komi út sem fyrst en ég segi og ég tala mikið þetta á þessum fundum sem ég er að eiga og ég finna að fólk hefur þörf fyrir að ræða þetta og finnur fyrir þessu og ég finna að fólk er að segja við mig að þegar kemur á stóru málunum í samfélaginu þá er það kannski bara að velja að taka ekki þátt í samtalinu því að það er ekki boði að skiptast á skoðunum án þess að fá á sig merkimiða eða einhverjar upprópanir. Ég er sko ekki á móti erfiðu samtali. Ég held mínar uppáhaldsspurningar í samtölum eru erfiðar spurningar. Ég er bara á móti því að við getum ekki haldið á flóknum veruleika með meiri mannvirðingu. Og ég held bara að við getum alltaf lært, ég held við getum alltaf skipt skoðun, ég held að þessi auðmýktin til að skipta skoðun, auðmýktin til að hlusta á aðra og ég finn svolítið fyrir þessu núna á landsbyggðinni, bara sem eitt dæmi, að landsbyggðinni finnst við að bara að það sé komið svona gjá við höfuborgina, að það sé verið að tala niður til marg sem að þar er í grunninn þeim lífsnauðsynlegt. Og hér tala orðum einhverja djöfusins sérfræðinga sunnan sko sem að það er komin gjá skilur. Það er eitthvað gjá, hún hefur aukist frá því að ég var í framboði fyrir 8 árum síðan og ég hef heyrt fólk segja eins og ég þori ekki að segja að ég vinn í sjávarútvegi eða ég þori ekki að segja og ég hugsa bara hvert er við komin ef að sá atvinnuvegur sem að byggði upp bara allt þetta samfélag er einhvern veginn eitthvað sem við skömmumst okkar fyrir og þá er ég ekki að segja að það hafi ekki verið tilefni til þess að ganga fram að meiri ábyrgð oft í mörgu sem að á sér stað í öllum. Nei, ég tek undir þetta og ég sjálfur
var þeirra gæfu aðnjótandi að fara á sjó og vann á sjónum í hálft ár núna fyrir ekki löngu síðan. Talandi samfélags vakningu, það hlýtur að hafa kennt það var alveg ofboðslega mikill lærdómur og mikil gjöf að hafa fengið að gera það og eitt af því sem ég lærði mitt einhvern veginn bara hvað þessi sjávarútvegur magnaður, þessi starfsemi og það sem að sjómenn gera til þess að ná í þessi verðmæti sem fiskurinn sem við borðum með að seljum er svo magnað þegar ég á eiginlega ekki til nægilega sterk lýsingar yfir það og svo hvað þetta vel rekið, þannig ég var hjá svona millistóri útgerð og það er bara magnað að sjá hvernig þessi fyrirtæki eru rekin og hvernig þau koma fram með starfsmennina sína sem því sem ég kynst bara ótrúlega gott en á sama tíma fólki í Reykjavík oft skilur einhvern veginn að mála þetta upp sem einhvern veginn djöful í mannsmynd, það að segja sjávarútvegin og eitthvað hatur á kvótakerfinu sem að verður að svona gera það að verkum að sjávarútvegurinn verður alltaf eitthvað olbúabann eða eitthvað sem við erum að skammast okkar fyrir. Mér finnst það er ótrúlega sorglegt. Það er bara mjög sorglegt. Pappi var sjómaður áður en hann gerðist pípari og afi var sjómaður og þetta er bara svo nálægt okkur en ég hugsa oft þegar ég heyri þessa orðræðu að hvaða væri okkur hollt einmitt að fara í samfélagsþjónustuna eða taka þátt í einhvern veginn að sjá fleiri hliðar á samfélagin okkar. Það er maður sem heitir Brian Stevenson sem að stundum nú svona hort til sem ákveðins press, hann var mikill baráttumaður fyrir réttlæti í Suðurríkjunum og byggði meðal annars upp mjög merkilegt setur í Montgomery, Alabama þar sem ég var í skóla. En hann hélt ræðu fyrir nokkrum árum örugglega fyrir 7-8 árum sem ég var viðstödd sem að hétum á ensku The Power of Proximity eða bara aflið sem felst í því í nálæðinni. Ég held nefnilega að sé alveg rosalega erfitt að vera illa við aðra manneskju að þú kemst nálættinni eða við einhverja atvinnugrein að þú kemst nálættinni. Ég held að í rauninni sé þessi skjár sem á milli okkar búin að búa til einhvern vegg sem leyfir okkur að búa til þetta krabbamein sem að þessi öðrun ég kalli þetta öðrun eða otherness á einsku að þú veist, við reynum að því að við erum bara öll tengd, við erum öll eitt, það er bara eitt samfélagina, Íslendingar. Þetta er mjög góða punktur. Og ég held að við þurfum einhvern veginn þessa nánd og þess vegna ég svona mikið að hugsa þessa samfélagsþjónustu að ég held að það sé bara næstu ómögulegt að hata aðra eða rauninni eða annað eða rauninni gefið þér tíma til að kynnast því. Og ég held að við séum að ala á þessu núna og við erum öll segum það, ég er ekkert að undirskilja sjálfa mig, ég held að ég hef bara ég læri í hverju einustu heimsókn sem ég fer í núna eitthvað nýtt sem ég vissi ekki og talandi verðmætin í sjávarútveginum, nú er að verða til nýsköpunarsamfélag sem er að búa til úr því sem áður kallaðist rusl. Maðurinn minn er frumkvöðull að búa til kollagen úr þorskgróði eða er að selja kollagen úr þorskgróði á Bandaríkjamarkað og er að skoða hvað er að gerast all land í kringum þarabyltinguna, í kringum að vinna hjálpleg bætiefni úr rækjuskel. Það er alveg ótrúlega tækifæri þarna en þessi tækifæri nýtast ekki nema við ákveðum að vinna saman að leifunum sem þarf í kringum þetta, menntun átekinu sem þarf í kringum þetta, að við séum ekki svona, og það er til dæmis andrúmsloft sem ég hef fundið fyrir og ég ætla bara að leyfa mér að segja það hér, að atvinnulífi sé einhvern veginn, að engu atvinnulífi sé lengur treystandi. Og ég skil að margir hafi, af því að það er traustskrísa og það eru bara mörg fyrirtæki því miður sem hafi ekki alltaf gengið fram af ábyrgð, þannig ég er ekki að tala niður til neins sem að vantreystir, en við getum ekki gert neitt í þessu samfélagi án blómlegs atvinnulífs. Við byggjum ekki upp vegi, við byggjum ekki upp heilbrigðisþjónustu, menntakerfi, við höfum ekki listamannalaun, við stýðum ekki við íslenska menningu og tungu án öflugs atvinnulífs og ég hef af því áhyggjur að við séum aftur þessi svona öðrun, hún er í gangi, þannig að þetta er ekki bara þessi polarisering, það er líka þessi bara öðrun að við séum einhvern veginn í mismunandi liðum, hvort við búum á landslipiðin eða í höfuðborginni, hvort við erum ung eða eldri, hvort að við erum konur eða karlar, eða kvár, eða það er einhvern veginn að við erum alltaf að setja merki með það og alltaf að reyna að draga í dilka. Og það er kannski í þjóðamenninguna því við dróum í dilka í réttum, en ég held að við, almenningur, þessi miðjan í réttinni, er það sem að við í raunin á endanum búum öll. En það er líka þetta, maður sér oft, það er þessi öfund eða afbrýðisemi eða þegar einhverjum gengur vel eða þegar fyrirtæki blómstrar og hagnast vel, þá er
ákveðnir svona tendensar í okkur til þess að líta á það sem að, að hann að hagnast, þá hann að stela frá einhverjum öðrum, eða hlýtur einhver annar að vera að tapa, að hann að hagnast. Það er erfið hugsunarháttur sko sem að við... Já, og það dálítið þekkt ekki bara á Íslandi heldur á Norðurlöndunum svo kallar jæntaló eða það sem bara dálítið erfitt að stinga sér upp úr yfir höfuð, að við svona okkur líður betur þegar við erum jöfn, og ég held að kannski aukning á ójöfnuði hafi aukið á þetta vantraust og gert þessa tilhneigingu ríkari. Þannig að ég veit ekki hvort að við eigum að þetta er svo flókin svona skoðun á okkur hver við erum, en sko eitt af því sem að mér finnst Íslendingar mögulega geta lært af Bandaríkjamönnum, þó ég held að sé miklu meira sem Bandaríkjamenn geti lært af okkur og Norðurlöndunum, kannski það að í því samfélagi hefur ekki verið þessi ótti við að skara fram úr. Ég held að við eigum að hjálpa öllum að skara fram úr. Ég held að allir skipti máli í þessu samfélagi. Við höfum að byggja undir styrkleika fólks, en það er ekki ykkur ein leið til að skara fram úr. Leiðin til að skara fram úr að mínum að þetta er bara að þú fáir að vaksa í takt við þína styrkleika. Og það sé ekki verið að berja á þér fyrir þína veikleika. Og ég lærði fyrir löngu til dæmis að ég er afleitur kokkur. Ég bara það, en maðurinn minn hann er með gjöf. Hann bæði býr til góða mat og hann reiðir hann fram fallega og hann unir sér hvergi betur en þegar hann er að búa til mat eða hjálpa fólki með næringu og velja hann. Því skildi ég ekki leyfa honum að blómstra þar sem að styrkleikar hans liggja, þó að ég brúni kartöflur einstaka-sinnum og geti búið til svo kallan mömmumat úr afgöngu því mér leiðist matarsóun sko, en þetta er ekki gott eða fallegt hjá mér sko, þannig að ég geri aðra hluti sem að kannski honum fallast ekki eins vel úr hendi. Þetta er náttúrulega svona mínu heimili að það kemur enn verður út fyrir mig að því ég er kallmaður og konan er ástriðu kokkur. Konan þín er náttúrulega snillingur í eldhúsinu. Þá líti ég út eins og eitthvað, það er ekki gott en verkskipting, hagkvæm verkskipting, það sem að við gerum það sem við erum besti í. Og bara þessi trú á að vinna með styrkleikan okkar yfir höfuð og það á Ísland að gera líka og eins og ég sé það eru styrkleikar okkar ekki síst á sviði jarðvarma, nú talar píparadóttirinn en við vorum langfyrst í heiminum að virkja jarðvarman og það eru sko það eru heilu svæðin í heiminum sem eru núna að leita að nýju orkugjöfunum og við gætum bara virkilega látið til okkar taka svo spennandi síð á því sviði. Ég held líka að allur heimurinn horfi til okkar í jafnréttismálum og í víðum skilningi þess orðs. Ég myndi vilja að við myndum halda áfram að hugsa jafnréttismáli í mjög stórum svona skilningi, ég hugsa alltaf mikið jafnrétti drengja, ég velti því mikið fyrir mér og svo held ég að við höfum bara heilmikinn trúverðuleika í að vera ekki þjóð sem ætlar að skipa sér í lið í þessum stríðandi heimi, heldur þjóð sem velur frið. Ég er ánægður að heyra þið tala jafnrétti drengja, en ég velti fyrir mér hvernig þú sérð, þegar núna nýlega vakti heimsathygli að 100.000 konur lögðu niður störf og fóru niður á Arnarhól til þess að mótmæla stöðunni í jafnréttismálum á Íslandi og svo á sama tíma, það var bara ekki langt síðan ég sá grein í The Economist sem var að taka út jafnrétti og vinnumarkaði á heimsvísu það sem að Ísland var áberandi bara í efsta sæti númer 1, það sem er best fyrir konur að búa og starfa, það er Ísland og á sama tíma eru við samt með 100.000 konur sem fara niður á Arnarhóla að mótmæla bári stöðu Hvað er að verki hér? Þetta er svo stór umræða og gaman að taka hana. Ég held í fyrsta lagi sko við erum best í heimi. Alltaf feimin að segja þetta því að stundum eru Íslendingar með ákveði mikilvægsku brjálæði. Hvað var það stöðu kvenna? Við erum fremst í kynjajafnrétti. Og við erum það vegna þess að konur 1975 fundu hugrekki til að fara í frí. Vigdís var kjörin forseti, kvennalistin varð til. Við fórum í verkefni sem að ég fór fyrir eins og auðikrafti kvenna. Við fórum í kynjakvóta í stjórnir, það er margt sem hefur verið gert hér, við fórum í feðraorlofið, skipti ótrúlega miklu máli hvað þessi mál varðar, margt sem við höfum gert sem er rétt og aðrir horfa til og geta lært af. En við erum ekki fullkomin í kynjajafnrétti ennþá, þannig að ég skil alveg þá samstöðu sem konur sýndu og ég ætla að koma inn í jafnrétti með drengi og með karla yfir höfuð. Meðan við erum bara með af hverjum 10 fósturum hálfa konu, af hverjum 10 þjóðhöfðingum hálfa konu, bæði hér á Íslandi og allan heim, að þá væntanlega náum við ekki þessu kynjajafnvægi sem hefur alltaf verið mín ástríða, kynjajafnvægið, ekki kvenréttindi á kostnað mannréttinda, heldur kynjajafnvægi, því að þar held ég að gildismatið verði heilbriðast og svona nýtingin á öllum okkar mannauð verði best. Þannig að en hins vegar held ég að við gætum alveg haldið jafnstóran
bara samstöðufund stöðu drengja. Ég hef bara verulegar áhyggjur af því að það sé ákveðin þróun að eiga sér stað þar sem sé ekki til góðs. Og væntanlega eru orsakavaldurnir margir en eitthvað má kannski segja bara að menntakerfið okkar hafi ekki endilega aðlagast þörfum eða veruleika drengja eins vel og gott hefði verið að gera. Sonur okkar var í hjallastefnunni og sonur okkar og dóttir og mér finnst alltaf svolítið gaman að Magga Pála talar að sko ala af sér hugrakkarstúlkur og stráka með tilfinningagreind. Vann virkilega með að sko tilfinningagreind drengja sem ég held að sé alveg ótrúlega þarft og við höfum oft sem merki þess hjá syni okkar miðað við og hans vinnum sem kom úr hjallastefnunu en fengu og þá sem að fengu það ekki. Þetta held ég sé ótrúlega mikilvægt. Strákurinn okkar var mjög góður í stærðfræði en hann hafði mikla hreyfiþörf og var betri að læra stærðfræði utandýra heldur en við skólaborðið og hann var betri að læra margt í gegnum sko svona virkari þáttöku. Hann hefði aldrei orðið iðnaðarmaður en margir vinir hans hefðu líklega orðið betri í því heldur en að fara í háskólanám en það var einhvern veginn ekki ítt mikið undir það þá og svo fara strákar þannig að það sem ég að upplifa í dag fyrir utan þessa samfélagsmiðlavæðingu þar sem að sko þáttaka kannski í ofbeldisvöldum tölvuleikjum orðin mikil, áhorfa á klám orðin mikil þannig að svona veruleikin orðin svolítið smitaður af einmannaleik og svolítið einn í staðin fyrir að vera að tengja við aðra einmannaleiki hjá ungum drengjum hefur aukist mikið og Jonathan Haidt talar sérstaklega þetta í sinni bók. En svo til viðbótar þetta ertu líka að horfa á það Frosti að bara strákar eru upplega ákveðið tilgangsleysi. Að það bara vanta tilgang og ég held að versta tilfinning sem að nokkur manneskja finnur hjá sjálfur sér tilgangsleysi. Hvort sem þú ert fötlu manneskja sem fær ekki að taka þátt í samfélaginu eða þú ert manneskja sem einhver búin að útskúfa fyrir einhverjar ástæður eða þú ert flóttamaður sem fær ekki tilgang, fær ekki starf eða þú ert ungur drengur sem sér ekki einhvern veginn að það sé virði í þér lengur. Nú er ég ekki að segja að það sé ekki virði í drengjum. Ég er bara að segja að upplifunin gjarnan svo og ég heyri þetta mikið hjá ungum drengjum. Þannig að þetta er flókin og stór umræða en fyrir mér jafnrétti stórt hugtak, miklu stærra en kynjajafnrétti. En ekki svolítið afleiðing þess að við höfum sko með orðræðu og samfélagsbreytingum ítt undir það að kynin séu bara eins og hlutverk karla eða hlutverk drengja sé ekki það sem að við höfum svona talið náttúruna gefa til kynna. Það að segja sko, eins og var nefnt eitt gildi á þjóðfundur svo nefndir var ábyrgð. Mér hefur fundist það einhvern veginn vera rosalega miklu undanhaldi allt tal okkar ábyrgð einstaklinga og við erum meira að tala réttindi hvers og eins og ég á rétt á þessu og ég á að fá þetta og svo framvegis. Þetta alið í börnunum okkar og ábyrgðin einhvern veginn algjörlega undanhaldi en þú veist, það verður mín reynsla bara að það sem að hefur gert mér best og mest gott í mínu lífi þegar ég fæ aukna ábyrgð í hendur eins og þegar ég verð faðir til dæmis og með því kemur rosalega mikið tilgangur og ef að drengir fá ekki að vera einhvern veginn, þú veist, að karlmenn fá ekki að vera karlmenn og drengir það bara niður en þeim sko hugmyndin þá ábyrgð sem að þeir eru að sína þá held ég að þeir upplýði tilgangsleysi. Ég held að, og þetta svo og ég geti verið hérna bara svo lengi að tala þessi mál, ég veit ekki, það annar prófessor við New York háskóla sem heitir professor Scott Galloway, ég veit ekki hvort að hann er með hlaðvarpsfrétti Prof G og hann hefur svolítið mikið verið að tala þessi mál og ég hef haft mjög gaman af að hlusta á hans hugmyndur þetta og bara hans yfir höfuð að ljá sko orðsinn í þetta, að eiga þetta samtal, því þetta flókið, því að auðvitað geta stúlkur gert hvað sem strákar geta gert og strákar geta gert hvað sem stúlkur geta gert. Auðvitað eru við, sko, stundu þegar að tala sem kyn, þá vil ég hætta að tala þetta sem sko hvers kyns við erum og tala meira þetta sem svona kynjaðar myndir. Að þú veist, það búið að búa kannski til svolítið kynjaðar myndir af því hvernig við eigum að vera og svo förum við og ég held að kynja jafnvægi sé best, líka bara innra með hverju einu okkar. Ég veit að ég í besta jafnvæginu og besti stjórnandin eða leiðtoginn eða frumkvöðlin ef að ég nýti bæði svona karllæga eiginleika í mér og kvenlæga eiginleika í mér og þú sömuleiðis sem faðir takir bæði ábyrgð og sýnir umhyggju. En við erum einhvern veginn búin að búa til samfélag sem erum alltaf aftur þarna að reyna að draga í dilka og ég held að við þurfum bara öll þess vegna Magga Pála bara, hún bara með eitthvað sem að mér finnst alveg stórkostlega merkilegt. Það sem að hún segir að kannski vantir smá uppbótarnám fyrir drengi í tilfinningagreind og smá uppbótarnám fyrir stúlkur í hugrekki og sjálfstrust og láta vaða og það sé bara jákvætt fyrir okkur öll að sko átt okkur á að hver og einn megi vera eins og hann eða hún eða þau vilja en að við séum að
gefa, við séum að hjálpa okkur sjálfum að þroskast kannski á sviðum sem okkur kannski ekki eins eiginlegir. Já, einmitt. Og hugrekki til dæmis, held ég, konum ekki alveg jafn eiginlegt. Og umhyggja stundum strákum ekki alveg jafn eiginleg, sérstaklega ákveðnu tímabilum þeirra þroska. Ég held að það sé alveg rétt til Margréti Pálu, sko. Ég held það, og ábyrgð nefnilega svo fallegt, þessi gildi sem koma til þjóðfundinum svo falleg, en ábyrgð bara svo fallegt hugtak, og ef ég fengi að skrifa mannréttindasáttmálan upp á nýtt, þá myndan heita mannréttindi og ábyrgð okkar. Af því að það svo góðu térreikningur að réttindi get ekki komið án ábyrgðar og ég vil meina okkar kynslóð beri mikla ábyrgð á hvaða framtíð býður barnan okkar, en ég vil meina að unga kynslóðin okkar hafi kannski eins og Jonathan Haidt skrifaði fyrir nokkrum árum síðan verið dálítið alin upp í bómull í raunheimum. Það ekkit gripið úr lausu lofti þetta þegar að talað aumingjavæðingu. Þú veist, það svona, þó þessi ljótt orð, en það er með allir þessari bómull. Sem við fórnarlamsvæðingu. Já, einmitt, og það einhvern veginn við erum að innræta þá í ungu kynslóðina að þau þurfi ekki að axla ábyrgðan einu lengur, heldur bara að sækja réttinn sinn, þar sem að þau eiga rétt á hinn og þessu. Þetta auðvitað... Ég með mikið af ungu fólki í vinnu, allan heim, flest í London, en marga borgir í Evrópu og marga borgir í Bandaríkjunum og Afríku og Ástralíu, og þannig að ég hef kynnst í að þetta alþjóðlegt trend, þar að segja áhersla á rétt minn kannski yfir ábyrgð mína. Já, Ég held að þarna geti kynslóðasamtali haft mikil áhrif. Ég hef verið að hitta eldri borgara allt land og það ótrúlega gaman að tala við eldri borgara því að þau eru virkilega mikið að velta fyrir sér, þau tóku svo mikla ábyrgð og þeirra líf var bara svo erfitt. Já. Ég tek stundum pappa sem var munaðalaus, misti mömmu sinna 5 ára, pappa sinn 7 ára, þurfti að sjá öll bústörfin áður en hann gekk 5 kilometri í skóla og þegar ég, aftur áður en að gå heim og þá var maturinn yfirleitt búinn. Þetta var bara hans kjör að alast upp í Skagafirði. Eða mömmu sem ólst upp á Djúpavík og 9 mánuði ársins lokaðist bæði sjór og landleið inn og það var bara borðað salt og sússað og þangnagað sem sælgæti. Og þetta var bara... Það er ekki að bjóða börnum upp á þetta í dag. Nei, en þau höfðu kannski gott að því upplega. Mín börn verða alveg brjálu þegar þau heyra mig tala svona, eða svona orðin þreytt á þessu, en þau skilja samt alveg að það hérna búið að okkur velsæld okkar hefur fleytt mjög hratt áfram í þessu samfélagi, en það mjög stutt síðan að þetta allt sem að ungt fólk kannski hefur í dag ekki sjálfgefið. Á sama tíma stendur ungt fólk frammi fyrir því að velta fyrir sér hvort það geti treyst okkur sem að berum ábyrgð núna, vegna þess að þeim finnst okkur ekkit vera að takast vel til. Þau velta fyrir sig hvernig þau eignast húsnæði yfir höfuðið í 9% vaxtaumhverfi og 9% verðbólgu og ég að námunda hér, en þau velta fyrir sér bara hvað býður þeirra og sum þeir eru bara búin að missa dálítið trú á framtíðinni sem væntanlega ýtir líka undir þennan kvíða og þetta þunglindi og þennan sjálfharm sem við erum að sjá í vexti. Mér langar að spyrja það eins út í að því að þú hefur einhver tengslið World Economic Forum og hefur talað þar eða sótt fundi hjá World Economic Forum, eða ekki? Já, takk fyrir að spyrja mig út í þetta. Ég held að sé mikill miskilningur í gangi það. Bara kannski að útskýra fyrst hvað World Economic Forum er. Já, ég myndi gjarnan vilja... Eða WEF. Já, World Economic Forum var stofnað af manni sem heitir Klaus Schwab fyrir, ég veit ekki hvað, bara mörgum áratugum síðan og voru í rauninni samtök átt að vera ráðstefna þar sem samtal færir fram á milli stórfyrirtækja í heiminum og stjórnvalda. Og framan af held ég að það samtal hafi alveg verið mjög mikilvægt og þarft og það var bara öll stóru málin því að stjórnvöld og atvinnulíf þurfa að vinna saman. En ég myndi segja að í dálítið langan tíma hefur þetta verið meira fyrirtækin að koma saman heldur en stjórnvöld, þar að segja stjórnvöld hafa í minna mæli tekið þátt og í auknum mæli hafa svona frjáls félagasamtök eins og mín verið að koma og vera á hliðarlínunum á árlegri ráðstefnu þeirra sem á sér stað í Davos. Þannig að ég er ekki meðlimur í World Economic Forum, B-Team er ekki meðlimur í World Economic Forum og ég hef aldrei tekið þátt í þeirra aðalráðstefnu. Ég heyri á þér að þú hefur orðið áskynja þessar neikvæðu umræðu sem að verða vaxandi World Economic Forum og að þar séu bara að vera að leggja á ráðin heimsyfirráð og gegn almenningi í raun og veru, elítan að leggja á ráðan gegn almenningi. Já, ég held í fyrsta lagi myndi væntanlega ekki vera meira og minna sent allt beint út frá þessari ráðstefnum allan heim eða væri verið að leggja á ráðin einhver heimsyfirráð. Þannig að ég held að það sé eina af þessu svona upplýsingaóreiðu fréttum. En
þetta mest elít ráðstefna sem að ég hef nokkuð tíðan fylgst með. Ég fylgist bara með henni af hliðalínunum þó ég hafi komið þarna í þríganga, þá ég ekki eina af þessum þáttakendum að því að fyrirtæki þurfa að borga mikið fé til að vera þáttakendur í þessu samfélagi og B-team og ég sjálf höfum ekki þau efni og svo hef ég alltaf sett aldrei svona spurningamerki við það að það hefur aldrei verið meir en 17% þáttakenda konur og mér finnst það mikið ójafnvægi og ég er mjög ósátt við það, þannig að einu sinni var mér boðið að vera á aðalsviðinu og ég hafnaði því. En við höfum haldið marga fundi á hliðalínunum hérna hjá B-team og erum þátt að vekja, í rauninni bara kalla á forstjóra fyrirtæki og stjórnvöld að axla meiri ábyrgð. Við mætum þangað til þess að hafa áhrif á það. Ég myndi vara fólk við að gleypa einhverjar fréttir það að þarna sé verið að leggja á einhver heimseyfirráð. Hins vegar finnst mér Klaus Schwab og nálgunin í Davos löngu úrelt. Og ég lagði til fyrir mörgum árum síðan að Davos myndi flytja ráðstefnu sína til Afríku eða Suður-Ameríku eða eiga samtal þar sem að raunveruleg fátækt og raunverulegar erfiðleikar í tengslu við þau mál sem gjarnan eru rætt í Davos eru bara sýnileg og óbreyttir borgarar fá að taka meiri þátt í þessu samtali. En það verið að nota svolítið þessa, ég veit ekki hvort að þetta afleiðing af lágu trausti og þessum svona ótta sem að við erum að ala á. Já, við erum að heyra að þarna sé verið að undirbyggja og plana að elitan fái almenning til að samþykja það í framtíðinni raun og veru til dæmis að afsala sér eignaréttinum að við erum öll sátt við að eiga ekki neitt og við erum öll að fara að hætta að borða kjöt og fara að borða meira pöddur og þetta allt svona, þú veist, þú heyrir Ég hef aldrei heyrt þessa fyrstu umræðu einstæðar Þetta út allt, sko Já, ég hef aldrei heyrt hana og sé bara svona evil svona plottari sem að sé bara einhvern veginn að... Ég held hann sé það ekki, en hins vegar finnst mér hann vera orðin mjög ríkgamall og úr tengslum við allan raunveruleika og hefði fyrir löngu átt að eiga sér stað kynslóðaskipti í þessu samtali. Ég held líka að það hefði átt að færast nær fólki og það sem brennur á fólki heldur en að vera Davos pínulítill skíðabær, fólk þarf að borga sko milljónir til þess að gista þarna og koma á þessa ráðstefnu, koma mjög margir í einkaflugi og þyrlum og guðum að vita hvað og mér finnst ekkert allt til sóma sem á sér stað þarna. En við förum þarna vegna þess að þarna eru áhrifavaldar sem að við erum að reyna að tala við í B-team, þannig að þú getur kallað okkur aktivista frekar en þáttakendur í World Economic Forum. Við erum ekki að tala fyrir því að fólk eigi að borða pöddur en við erum fylgjandi því að við öxlum ábyrgð í loftslags- og umhverfismálum að fyrirtækjastjórnendur og stjórnvöld geri það. Við erum að tala fyrir jöfnuði, að við horfum á, hvað ég var að segja, réttlátt umskipti fyrir Afríku. Í Afríku til dæmis núna, Afríka sjálfa fara að biðja að fá að taka þátt í samtalinu á alþjóðasviðinu. Afríka skilin eftir og þegar við til dæmis tölum stríðin í heiminum, að því að nú erum við komin á svo hættulega tíma, að þá tölum við innrás Rússa í Úkraínu og við tölum stríðið fyrir botni Miðjarðarhafs, en við tölum ekki að það eru 17 stríð í gangi í Afríku. Og við bara gleymum dálítið suðurhveli jarðar. Og þannig að ég hef tekið þátt í samtölum á þessum nótum og til dæmis mikilvægi þess að fyrirtæki og forstjórar fyrirtæki reyna að beita sér fyrir að brúa það sem að mér hefur fundist mjög lengi bara ósjálfbært launabil á milli þeirra sem mest hafa og þeirra sem minnst hafa. Það hefur náttúrulega bara stækkað síðustu áratugi. Ég verður að segja alveg í hinskinni, ég var alveg til að sitja þetta með þér í allan dag af því að ég enga veginn Við erum ekki búin að fara inn á öll málefnin. En það nú bara þannig að maður með fjölskyldu heima og svona býða. 3 börn frosti, maður þarf að sinna þeim. Bara við skulum ekki útiloka að bara taka kannski annað viðtal áður en kosið 1. júní. Það væri mjög gaman. Það væri mjög skemmtilegt. Því það er mjög skemmtilegt að spjalla við þig. Sömuleiðis. Og ég alveg vissum að þú hefur allt til brunns að bera til þess að vera góðu forseti, engin spurning. Þannig að ég segi bara gangið rosalega vel. Takk, sömuleiðis. Og takk fyrir að gefa sveirum og tíma til að eiga svona dýpra samtal. Ég held að við hefðum öll gott að því að það væri meira af því. Það mest upp úr því að hafa og svona maður kynnist, ég lega ekki áherslu á bara maður sé að kynnast manneskjunni og persónunni sem hérna á bakvið frambóði sem mjög erfitt að gera í stuttum viðtölum í sjónvarpinu. Já, og við höfum tilhneigingu til að reyna að einfalda mjög flókin mál sem við erum að fást við hér heima og í heiminum. Og við þurfum einhvern veginn að hafa nægt umburðarlendi og sína hverju öru næga virðingu til þess að eiga þetta heiðarlega samtal sem að við byrjuðum á hér í dag. Við gætum líklega haldið áfram með. Algjörlega. En ótrúlega gaman að spjalla við Halla og gangið rosalega vel og ég þakka bara kærlega fyrir komuna. Sömuleiðis, takk. Takk.